Halló? 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 Ja, Eh, já, ok, við erum að vona að þessi mikrofón að virka alveg. Já, Ok. En já, núna byrjum við með Hvað- the top 8 fyrir Guilty Gear Strive. það er hvað, Níðhöggur 35? Já, ég held að það sem ég sé sá það var 35 eitthvað. Já, En já, og við byrjum þetta með Super MS, Super MS, saltakeisaðin. já, saltkeisari. Já. Kannski við þetta Johnny Muir eitthvað, eða svona, Ég er búinn að sjá hann fara bæði Kai og Pott Já. með Johnny. Þannig, það er spurning hvað hann fer. já, við bara find out bara very soon eitthvað, þú veist svona, eins og Já. svo. Já, já, Kannski kennur okkur að þetta. Lítið á þennan taka. Já. Þegar að en já, þegar leikurinn byrjar þá ítið á við bara þökkum ykkur fyrir að kíkja á okkur hérna fyrir síðasta niðurhókuð í 2025 eitthvað. Og bara já, við vonum bara að hafa svona að prófaðan top 8 þú veist svona fyrir Guilty Gear Strive, síðasta top 8 fyrir Guilty Gear Seinasta Guilty Gear mótið á í áðinu, já. árinu, já. Svo bara, auðvitað höfum við meiri til að vera spennt fyrir í 2026 svona. Já, Já. það eru örugglega allir bara komnir í jólafrí eitthvað. Já. Það er ekki að stærsta mót sem við höfum haft, en Svona við þetta bara stundum Já. bara. Og bara við þurfum okkar eigin svona cozy tíma líka þú veist svona bara. já, En já, á ok. Þeir vinur minn þegar kominn. Okay. Halló, vinur minn. Já. Það var að senda á hann. Ok, og núna hlýtur Saltkísan bara komin að gera sér tilbúinn. Já, Svo, allavega saltkísan með einn nei, hann er ekki að fara stóran með, fan já, nei, hann er bara að kíkja á takkana sína. Því ekki alveg strax hann að fara til Seoul. Bara svona. Já, En, eins og já, hann fer til Kai. Já, með David frá Edge Runners color. Þetta er svo góður lítur á Kai. Já, Mér finnst tveir Cyberpunk litunir bestir. Það er á Unica og Kai. já, Unica, ok, ég held að það var að segja Elfeld, eitthvað, með Rebecca. En ok, núna byrjum við. Ok. Já, smá. Super MS er náttúrulega þekktur að fara ABBA, en hann vill fara solo Johnny á þessu móti. Ok, nice burst. Ok. Nei, no, ok, Nei, nice ekki. counter. Og Uh-oh. Já, hann var einmitt að æfa þetta rétt áðan. Let's Já. go. Ok. Nei, hann misti superið. Hefur Fæði ekki, oh my god. nice lightning hérna. Já, hlæ, Kemur með hann í hit hotnið. ok, ætla ekki vera mjög aggressive. Ó, það Oj, var bara nei. eftir charge dust hana. Þeir eru Oh my báðir god. mikið reynds, þeir eru bara að reyna að Ó, reynsa hvað annan. nei. Bara svona smá hérna. Já, En- bara, Burst aftur. og Rætur lightning þessi aftur. fyrir kannski ekki við gæns vel. Ó, Nei. Ok. var ekki tilbúin að. Alveg, svo fyrsta round fyrir til Super MS. Eitthvað. Já, Sjáum eitthvað hvort Saltkísan getur geða svona góðan comeback. já. Þetta er bara svo mikið svona zóna sig með sveð eitthvað þessum. Þegar maður svo getur við hækkað þessi smá. Þetta er eitthvað ekki alveg koma mjög mikið hjá okkur. En Við veitum ekkert hvort það er neitt game audio eða neitt, en við bara vonum fyrir þeim. já, eitthvað, þetta myndi ekki vera eins skemmtilegt bara ef það var bara við og bara game quiet eitthvað svona. Ok, og það lítur að vera komið hjá, Hann klárar það með já, super. og hann var ennþá að skrifa jóið eitthvað.
Það er fyrsti leikur til Supremus. Ok. Og, fyrsti leikur út úr 3. Þetta er, Ja, það var svona, þetta er best bara 3 out of 5 hjá okkur. Ja, eða það ekki, en þá... Þetta er allt best of 5, Já, myndi halda það. ok. Setting up playing cards. Ekki overheadina þarna. Ah, Nice pick-up en nær ekki alveg ó, bara hleypur inn, ok. já, alltaf leið. Það er stundum bara riskaði allt og gera. Já. Þú er ekki Æi. með komboð þarna. Ah. Þetta ætti að klára það, já, nei. Nei, ekki alveg. Það er En bara eitt hit. Kannski einn mistfænir en right the lightning. Þetta, Æ, nei, og hann bara Bara hendið honum bara. Það hafði bara verið nóg til eitthvað jab eitthvað svona. Ok. já. Ekki börsti þarna. Ok. Já, ok, bara 6k tekur hann á loftinu. Já, og wall break. Wallbreak hana. Nei, það er verkvælt að throw Walk kennst. up, tattast. Ok. Ekki búinn að sjá neitt þarna stand-upper hjá Saltkísunum, come on. Við þurfum að sjá eitthvað stand-upper hérna. Hann er það einstu besta. Nei, hann Supremus misti það. Oh my Var bara god. að bíða eftir rétta momentinu. Eða Supremus bara leika með matinn sinn hérna. Hvað er þetta? Ok, þá er Supremus komin á game point. Já. Getur Saltkísun geðið eitthvað epic comeback með Kai? Spurningin. Það er ekki bara Supremus er búinn að, bara búinn að eyða öllum burstmítunum sínum. Oh það er my nice god, þetta er alveg pick-up. hittið. Nei, hvað Bara gerðist betur þarna? burstmítinu þarna. Já, auðvitað. Hann er aðeins og glæður með þessi DP sama. En stundum, ég respekta það samt. Ok, yellow Roman cancel. Ég var að búið eftir 6p en Nei. þetta farslash er svo gott. Já, bara Johnny er bara með svolítið crazy range með sveðið hans. Oh my god. Já. Wow, ok, bara slashaði bara the lightning away. Ég vissi ekki að það geti unnið Nei. projectile hans guys. En, Ok, oh my god. Hann gerði það, let's fucking go. Ég var að sjá þetta. Nei. Ok, Þetta nær. ok, en hann er samt að wall break. Þetta er ekki búið. Þetta dripur ekki. En samt erfið staða hérna. Bara. Og Ok. Supremus tekur það. Já. Svona 3-0. Eða 0-3. Bara Já. vel spilað hjá þeim. Já. Maður getur séð Supremus spilar hann að leika aðeins meira en Saltkísarinn. Já, alveg nokkuð eru bara meiri svona knowledgeable í þessum leik en aðrið, eins og bara ég er svolítið considered eitthvað svona low tier eitthvað stripe player í þessum hópi hjá okkur eitthvað. Já, þú alveg veist það. top Grand Blue player hérna. Já, eitthvað, það var svona, það var svona trade-off auðvitað þarna, Já. eitthvað. Svona, bara, eins og með mesta svona fighting leiki, það var svona hjá okkur, svona, Já. eins og Hver er þetta? góð spurning. Ég veit ekki. Bara Örugglega kannski, vindurinn eða eitthvað. Já, já, næst ok. er þá Ingi Þór og Garuda. Allt í lagi, svo bara, ætlar þú að, ok, óskoða með lag. Hæ. Ég veist ekki hversu glæðir ég sá þegar þú gerðir þetta Wild Assault. Eitthvað var að klippa þetta, ég þarf að sjá þetta. Hvað er chatið að segja? Var eitthvað reaction á því eða? Nei, það voru allir bara að peppa mig, sér. Já. Damn. Það hefði enginn að, fannst engum þetta skemmtilegt?
Ég var hana, ég var að hæpa þig. Ég því miður ekki alveg en þá hafi tækifæri til að gera þetta hratt eins og sagði mér að gera. Einu sem mætti jólapeysu er svekktur. Ég er mjög svekktur. Ég var að hugsa að gera það en ég er að fara, ég er eitt annað eftir þessu sem myndi, Já, veistu, jólapeysur eru bara allstaðar. já, Eða eiga að vera. Það er ekki nóg, fólk er ekki nóg mikið jólapeysum í desember. já, Bara almennt. Þú veist, ekki bara mæti jólapeysu í jólateiti eða eitthvað. Mæti bara í vinnuna. já, Þú þú veist, sérstaklega ertu með svona flotta, Það er jólapeysu, jólafattadagur á föstum í vinnunum minni. Ég var á leikskóla. Þannig að öll börnin voru bara, Já, let's go. ei krakki, horfðu bara svona á mig. Já, Alveg mjög spennandi víst. Þannig að, við sýnist við erum að fara að byrja þér. aftur, Tæknimaðurinn farinn, Smá- en við erum með Pot Happy Chaos. pot, happy chaos. Vinsælir karakterar, allir elska þá. Ég, Tveir mjög góður, Potter er það mjög góður, hann nörfti eitthvað en ég er nokkuð sem að flestir heljan líf, en þá freka góðan og já, ég meina það var allavega, ég held að það var einn eða tveir Pots í topp 8 Evo Friends. það er alltaf pots allstaðar. Það er mjög sterkir Pots í Evrópu, hann að Andros frá Spáni, Já, en talandi um Friends, Sigur, Evo Friends, Tiger Pop, það er Happy Chaos og Ég My hélt að Girl Tiger- Abba. Tiger Pop spila Happy Chaos og Abba. ég held að hann spilaði bara ABBA. Það switchar. Mm. Þegar ég held að það sé engin topp ABBA sem spilar einungis ABBA. Jafnvel Tiger Pop sem besti ABBA í heimi, finnst mér. Spilar Happy Chaos sem til dæmis á móti Happy Chaos. En Happy Chaos Já. mögulega topp 1 núna eru margir á þeirri skoðun. Hann Já, komst mjög vel í gegnum patchið. En þá erum við karakter auðvitað. Ég veit ekki, ég er búinn að heyra May og Chip vera top tiers. Guð, ég Bestu. lifi heimi sem Chip er top 1, guð mann ánættur ekki vill lifa í þeim heimi. En Ræsmann ekki halda að byrja að mæta aftur á mót. Chip er vist top 1. Ég er Það er keep your ass in Tekken. Keep your ass. En hann Hrafn er ekki búinn að fela það, hann líkar ekki við pop-tönkin. Hann felur mjög lítið að Hrafn. Hann er mjög opið með sína skoðanir, gagvart öllum karakterum í leiknum. Já, það er alltaf lægi að hafa Og ég opna held skoðanir. að Pot sé hans top 1 hated karakter. Ég held hann hata Já. engan meira en Pot. Hann hatar Bridget. Hann hatar alla sem þú spilar, basically. Hann hattar all, fyrir utan Asuka. Fyrir utan Asuka. Það er svona eina bæðist aðeins en ég veit ekki hvað skoðan hans er að Jacko en Ég held að sé enginn. Það var Sleppvel sem ætti að hann á eitt mót sem býr í, hann býr erlendis þannig að hann hefur ekki mætt síðan en hann Já. náði í 3. sæti, ég man eftir því það var fyrsta mót sem ég mætti á. já, það var líka fyrsta skipti sem ég sá Guilty Gear. Já, Ég hann var kukinn, Já, ég man eftir þessu top 8, þetta var all time run, losers run by the way, hann fór í game 5, öll skiptin, þetta var all time losers run, en sínustu við vera að byrja. Og við erum að byrja, ok. Þannig, þetta verður mjög mikið af því held ég að Hrafn, hann þarf að forðast mistök Já, og það er ekki erfitt að gera mistök á Happy Chaos. Þetta er eins og ég var að kalla hann á hann execution slop. já. Á meðan Potemkin er mestu damage slop karakter í leiknum. Damage slop. Hvað er það Slayer? Slayer er líka damage slop. Já. Það er ekki líka Pot er líka command grab slop og armor slop og guard cross slop, þannig að Hann það er mikið slop. já, hann er en þannig að erum við Já, hann er með honinu og snöppburst hjá Inga, þetta er ég held að við séum að fara að sjá það oft mín reynsla Inga en hann er ekki endilega að spara burstið sitt Já. ekki þannig að og líka þú veist að hann Pot byggir svo fárálega mikið burst af því að hann er með svo mikið health já. það tekur svo mikið að drepa hann eins og þú sér hann er nú ekkert langt frá því að geta burstað aftur í þessu round Já, líka því að Happy Chaos Compost enda svo lengi að mikið hann bara hits. bildar það upp svo og hvert hitt er ekki endilega og þarna hann þessu. droppar því. en hann er á pressure og þarna tekur fyrsta roundið Já,
svo erfið pressa maður, Það er erfitt að komast út úr þessu, sko. Það er, maður heldur alltaf allt í hennu sé komin, sé manns törn og síðan allt í hennu er hann með 1 bullet eftir og þá ertu að díla við 1 50-50 viðbót og þittur þá. já, Það er svo típist þegar maður spila á móti Happy Chaos. Það er ekki fyrsta eða þriðja eða fjórða 50-50 sem það það er heitir. seinasta. Það er seinasta rétt áður en þú myndir alvörunni fá turn. Jöp, Þannig að ætti hann, ef hann droppar ekki að fá wallbreak, já, já. hann er alveg, ég skal gefa hann það þótt að ég er hann biggest hater, hann er með þessu combos. Eitt kvöldi þá vorum við að tala eins á Discord og hann skoraði á mig að læra 1 Happy Chaos combo. Það var BNB af roll, þannig að roll 50 cross-up. Ég náði því ekki á 2 klukkutímum. Ekki átt. Hvað segir mig, það veit ég ekki, en ég náði því eftir ég svaf, eftir ég fór að sofa. Gott burstbit hana. Eins og sagði hana, Ingi ekkert endilega að geima burstið sitt. Já, stundum þarf maður bara að sofa á combos. Já, þú ert með health. Miklu frekar bara taka þetta damage. Oh my Þarna er það smá mistök, refsuð og potbustur og hérna. Og hann reynir eftir öðrum. En, getur hann, nei, droppa kombónu. Droppar því hana. Þetta Þetta er ekki hefur lengur ekki armor. Þetta er ekki lengur armor. Ó, Og þarna ætti að vera nóg fyrsti leikur fer til hraps. Ég er svo glaður að þetta hefur ekki armor maður. Ég hef no idea. Það var bara armor, hann armor í gennum eitthvað, knockdown og hann gaf, og eiginlega, ég man ekki, ég held að, var það öll range sem ég fekk Oki? Er það öll range? Það er mjög, hann getur verið mjög langt burtu og fengið Oki með Já, flætið. gott. Ég man ekki hvað þetta heitir, en þetta move. Já. Fær goldburst hérna. Hann er svo hátt upp í pannist hana. Það er örugglega- Ingi þarf ekki mikið og þannig er það. Bara þessi stray hits gera svo mikið það er. Já, maður, það er, hjá hann við, það er ekki að konverta. Þá er hann mix up hell hérna. Og líka hérna. Þannig var hann að cancela gun stance og síðan strax aftur að gera flick. Þú getur ekki flikkað í gun stance. Þannig að þú ert að skjóta, cancela, flicka, allt á ótrúlega stundum tíma. Tók mig svo langa tíma að ná þessu einu sinni. Svo mörg tilraunir. Hann er með mýtir, þannig að hann getur bara held ég, drepið hann hér. Nei, þetta er pott. Þetta er pott. Nei, það Og stoppa. Aegis Reflector. Og hann brosir bara, hann skiljanlegt. grabið En tekur BRC throw, það mun gefa honum roundið og ég, Can't be doing that. getur ekki verið að taka á Þetta er svo mikið, þetta er bara 2 hit by the way. Gott Það var pick svona up. Street Fighter 2 2-hit combo damage. Normal special fyrir 50%. Shit. RC er þannig að þetta er eitthvað sem maður þarf eiginlega að vera, þú veist, vakandi fyrir þessu, maður þarf að RC þannig og veitar ekki. Þetta er samt skeri fyrir Garuda. Þetta er erfið staða fyrir báða. 1 potbuster getur tekið Já. það. Og hann Ingi er ekki með mýta lengur. Þarna tekur leik 2. Þetta er alveg skeri close stundum. Bara Pott getur alltaf komið með potbuster. Já, líka, þú veist, potbuster er ennþá verri fyrir Happy Chaos. Já. Hvert hit er svo rándýrt fyrir Chaos, fyrir bara eiginlega alla kæra Happy Chaos en sérstaklega Chaos. Hann er, ég held, bot 5 í health. Er hann alveg Hann er mjög low health. ok. Það er svona, ef ég er að spila ABBA á móti, þá getur oft endað í því að ég hef gert 70% einu combo. Án þess að hafa mikið risk byggt upp. Shit, já, Þannig að það er, Þetta ætti að drepa. já, ég held það. Pott er Já. bálki en er ekki þannig svona. Og við erum á set pointjana fyrir hann Rapp. Hann, Ingi þarf að reyna að finna eitthvað hérna. Þarf að komast inn. Það armor, já. Kemst Oki. Þetta er punishable en hann BRC. Maður þarf að vera að muna þetta. Þetta er punishable núna.
Eða var það ekki, var það alltaf? Ó, þetta var crazy burst spit. Hann er svo fucking góður að burst spita maður. En líka þetta burstbita, þá var hann ofta að cancela gunstance enn og aftur. Já, hann getur ekki blokkað burst í gunstance. Þú veist, hann Happy Chaos, þetta er erfiður karakter. Þetta er karakter sem hefur sýnt að þessi virði þessa læran. Já. Bara, og hérna gætu við fara alla leið í vegginn. Ég held það. Þetta ætti að vera alla leið í vegginn. Er þetta wallbreak? Ég held það. Jú, þetta er wallbreak. Já, Og eitt hit. Hann er með burst. Hvað er Ingi að fara að gera hérna? En samt alltaf þetta risk á potbuster eða grab eða bara... Og þarna er það smá scramble í lokin. En já, Garuda tekur það. Þriðji pottið hans í dag. Ó já, það eru 3 pott. Af 8. Þetta er næstu 50% hlutfall. Getur við... Hvað var það mótið hérna? Þannig að... Já, Maður setja mótinu sem voru eitthvað svona 20 pots og við vorum svona 20 heavenly potbusters í top 8. Það var einhvern tímann að rýna á baki. Já, Það var ótrúlegt. Það var geðið. He down 50. Hættum að. He down 50. He down 50. Við erum þá við erum að sjá Batman, Angie. Batman og Angie. Smá spin slap. Spin slap á móti pressure block. Pressure slap. Það er eitt af minni reynslu. Ég er búinn að spila frekar mikið við Hihi upp á síðustu mánuði. Og hann elskar. Hann elskar að masha. Nei, elskar að messa. Hann elskar líka að gera wake up parry shoot. Ó, já. Og eitt skipti þá voru að spila og ég les hann gera parry shoot, hann er með fullt meter þróunum. Ég bara hugsa að hann er ennþá með 50 tension og hann gera það aftur í þróunum. Yep. Ég hef svona, hann kannski hans með öllu, þú veist, auðvitað ekki skjótanum við öll veikleika, en hans veikleika sem spilar er kannski þolinmæði eða bara, þú veist, hann á erfitt með kannski að freista þessi, þú veist, að reyna að snúa leiknum við alltaf. Þú veist, maður þarf stundum að vera þolinmæður, maður þarf stundum að blokka. Sérstaklega á móti Dan. Já, maður getur ekki verið, ég er low í corner, 50 tension, parry. Líka með, það er alveg punktar í Pressure Batman og Dan er ekkert að fela sem eru fake. Já. Mjög mikið að þessu, þú veist, ef hann hoppar, lendur og hoppar aftur, þá held ég allir karakterir í leiknum 5p-a það. Ég held allir. Ég veit ekki um neitt sem getur ekki 5p-a það. Bridget getur það ekki? Örugglega, ég er að hugsa Dizzy, hún er með svo whack-ass p-taka, þeir eru ekki með neitt range. En það er málið, því að alltaf þegar hann lenda, þá er hann beint í fésinu. Já, ég er að hugsa þarna wind-upið. Já. Já, hann er oftast frekar langt í burtu. Já, en ég er að hugsa þarna þegar hann, þú veist, hann er að lenda, hann lendir, gerir kannski jump ass, sígur þið inn, sem hoppar hann aftur upp og reynir að gera overhead aftur, hann lendur á milli. Það er fake, af því þú getur ítt að taka hann á milli, en auðvitað, á móti, það er auðveldar að segja, það er ekkert mál að segja, þetta er fake, þú bara ítar takk á hana. Þú veist, maður er að fylgjast með svo miklu öðru. Ef þú ert bara að leita þessu, þá getur Dan bara, þú veist, gert low, hann getur bara ítt á close slash og ert counter hit og nú ertu close slash starter á móti Batman sem getur gert mjög gott damage sérstaklega ef með error. Það er alveg ótrúlega góð Batman routes sem hægt er að gera. Sérstaklega með, það er eitt sem ég læri ekkert sem var með counter hit, heavy slash og það er eitthvað bara svona 350 á Kai Tísk. Bara svona 300, það er ekkert sko. Já, fyrir 50 tension. En ég held, já, þetta er Angie Batman. Ég veit bara ekki alveg hvernig þetta matchup er að fara að spila. Ég veit svona cirka. Ég hef ekki séð að spila á móti. Ég hef séð á einu, kannski 2 spila saman. Þú veist, já, Angie, ef að Batman er bara að reyna að sóna með nail, þá getur spinn alveg hjálpa að approacha. Báðum check. Við erum að byrja báðum check. Það er búið að staðfesta. Það er við Já, við erum komið audio, let's go. Já, en við erum líka með hann er svo góður að lesa og vara. Já.
það held ég svona kannski sá vannmesti hæfileiki sem hægt að hafa í barndalegjum, það að kunna lesa á kara kansolana, bara aðeins að flexa. Það svona vannmetast hlutur til að læra og eiginlega erfiðast að lesa á vana, ekki bara yfir lengri tíma eins og til dæmis, maður einhvers spurningfæðinu að spila með New York, maður byrjar að læra, hvað þeir gera. Og það eiginlega þannig hérna hjá okkur að, við erum svona lítið community, tight knit, allir spila með öllum endalaus. Það byrjar maður að læra, hvað öðrum líka að gera. En mín reynsla á að spila með Dan hann svo fljótur að detta. Já, það Þetta bara, já. Yep. Þannig að ef hann Hihi að taka reyna allt of mikið að gera spinn, þá ég myndi enn og aftur, þar eitthvað sem þú þarft að nota, mátt ekki ofnota því að Batman ekki hraðasti karakter í heimi, en hann getur sem bara beðið og þróað þessu. Já. Smá interesting Charles Bestana. Og hann ég ekki gert þetta móti Dan. Við erum áður búin að börsta snemma því að svo að þetta tveir White Wild þessar karakter, ég munna það? Nei, Angie með Orange. Angie með Orange, ég já, ég var að spila móti með Nazi, ég alveg. Þannig að, Angie, nokkuð drops hana, en hann alveg að byggja upp damage á honum Dan, hann með lítir. Angie byggir lítir eins og einhvers morgun Dan. Já. Hérna eitt í viðbót og þróið tekur fyrsta rándið. Okay. Hihi alveg dominant fyrsta ránd. Og bara þessa frá þróinu. Nei, droppa kombo upp og þetta punishable. Ekki mjög, held ég. Ég held að lóið sem meira. Já. RC, en ekki nógu fljótur samt Dan. Aðeins, bara þessa frá JD-inu. Og blokkar ekki senst að hitti. Hann að droppa frekar miklu. Dan, hann fyrir loftið. Ég minn einu. Þetta gott Dan. Nasty. Þetta svona 3000 overheads. Síðan lendir hann og gerir aftur. Gott! Þetta var svo gott stað með error. Þetta var ógeðslegt. Oj, Dan 50. Hvað eru mannasinur? Hvað sportsmanship? Hvað íþróttamennskan? Ég minn einu. Þannig það Fujin og ef þú gerir þetta punishable og close lassi hjá Batman fyrir svo hátt upp. Þessi combo, þú droppar. Þessi combos eru sexy. Þeir eru mjög sexy. Og þarna ætti að vera fyrsti leikurinn Dan með perfect. Já, damn. Bara Dan með fyrsta leik. Það var millisvið, bara svo 5 sekúndur síðan Hihi tók fyrsta rándið. Já. Þetta var mjög fljótt þetta. Þannig að takkar þróið. Nær anti-air hana. Þetta stór starter en þetta pirrar mig hversu gott anti-air þetta skiljulegt burst hana. Þetta big starter. Mér sem maður blokkar þetta anti-air. Maður bara fer í svo miklu pressu. Þannig var að Dan vissi að strax myndi hoppa þá myndi Hihi reyna að ná honum með þessu og hann bara skaut honum í nálunni. Já. Þú veist, þetta bara simple counterplay. Hann beið út perið. Þarna. Nær ekki grabinu. Þetta er slæm backthrow incident. 2 backthrow incidents í röð. Samt ekkert punish. Backthrow incident aftur. Den Hihi elskar þessi grabs maður. Það erfið staða fyrir Dan. Engin backthrower meira nema auðvitað Hihi. No one backthrows more. Except for Hihi, of course. Takk Rapp, þú veist. The resident The strongest backthrower of today versus the strongest backthrower in history. Nah, I backthrow. Ég ekki í það. En þannig að þetta er ekki
You can't do that. You can't do that. Og hann það. Midturn. Dan elskar. Midturn. Snýr ekki út úr þessu, en það ekki nóg. Hann- Fish! Fish. Heldur þessi stundin hann. Ég með tjalla ekki hrapp. Anyway, Co-kommentatorinn minn að rífast að aðdæmundunar. Þetta eitthvað. ég er stundum sko. Maður fengið hennar háum laun. Nei. White Wild Assault. Hann fær kombo þessu þá. Getur hann. Hann komið air. Deflect Shield gerir næstu því ekkert þarna. En hann komin úr horninu. En hann RC of sick. Hann að reyna að gera þetta late RC og ná ykkur frá hann en það bara ekki alveg. Tímasending ekki alveg 100. Þetta Þarna leikur 2. Leikur 2, damn. Og að gerast ég veit að Hí á aðra karakter, en ég held að hann ætlar að halda sér í Angie. Já, hann hefur stinn, en hann fór sinn Knockdown. í eitthvað tíma. Throw. Það með ít á eitthvað. Fujin. Þetta svo mikið að gera sem ekki Fujin. Bara svo mikið guessing og auðvitað hann komið Throw. Nei, whippar throw, reynar að throw honum. Nær ekki. Og RC aftur. Hversu Overhead. mikið mítir fær þessu gaur? Hann fær endalaust. All of it. Það eitthvað mál í Guilty Girl og að Japans fólk sé eitthvað insane. Já, þau eru built different eða eitthvað. Eru þau... Er ekki eitthvað hann? Jú. Að þau sé eitthvað superpowered eða? Það sé ekki bara Guilty Girl. Er ég bara að vera cancelled? Þau geta breyst í monster og sprengjur. Ég víst eitthvað svo sem þetta að segja. Það var þarna The Space STD eða eitthvað. Nei, það var Gear STD. Þetta segir maður að Japan var... Nei, ég má ekki var það freaky með Gears eða? Ég veit ekki all lorið, þannig don't quote me on this. Daisuke var að kukka eitthvað þegar hann bjóð til lorið við þessum leik. Writing on fire gifið. Og ég held... hann lifir af... Nei, Og ok. bara píð. What punch? Dóstu, já. Þessi, þú skilur ekki að reference. Hefur ekki þessi Ísöld 3 á íslensku? Ég horf ekki á Ísold á íslensku. Vá. Þessi unga kynslu. Það meinir, ég er ekki það ungur. Ég er ekki... Ég ætla að lemja hann að gera eftir. Við hjá Nýðhögg kondónum ekki ofbeldi. Ég vil bara taka það fram. Já, En við kondónum ofbeldi í bardagaleikjum, bara ekki í Já. alvöru heiminum. in-game. In-game var alveg sér í lagi. En Og Þetta hérna gæti þetta var nóg. verið- Hann var mýrur en það síða ekki. Dan, what are you doing? Ok. Reynar að þróa með það bara mess. Dan, þetta er búin að gera aðeins svo oft og Dan sá það. Úff. Þetta var samt, ég held allir leikinni fór í þriða round, eða ekki? Hí tók Jú. round í öllum, held ég. Jú, ég held það. Bara mjög well played spilað hjá Hí. Já. Við erum síðan að fara að sjá... Mig? Já, þig, á móti Chief. Ég ætla að koma mér. Ég veit ekki hver kemur að kommentari hjá mér. Já, Rapp, þú mátt koma, þú mátt. Var ég búinn að láta þig hafa... Varstu búinn að lesa reglurnar? Reglurnar? Já, reglur? Já. Ég var búinn að lesa þær, ég held ég búinn að gleyma þeim. Ég vonist ekki búinn að brjóta hellingur. Ég skal brjóta þér þarna. Þú ættir ekki að segja mér þetta náttúrulega, sko. Þú manst ekki reglurnar, sko. Það er nú mánuður sen ég las það. Já. En, þú veist, hvar er þetta? Þarna er þetta. Við leifum honum Hrafni hérna að lesa smá reglurnar. Hvað er í gangi í chat? Air abusers, þeir anti-air, anti-herringborg. Veitir, hver er þetta? Ég man aldrei hverja var hvaða Twitch. Þetta er Herr Einborg. Þetta er Egill. Er þetta Egill? Air abusers, þeir anti-air, anti-air. He come back coming right now. He er orðin svo mikið. Já. Við erum...
Já, næsti leikur er svona Crownless Chief og Magic. Miklir meistarar hér á ferð. Galdrakallinn. Það er veldi á þessum mönnum. Og Magic hérna, setja það upp. En já, ég ætla nú að vera á skjánum þegar ég er að segja þetta, en hérna takk fyrir allir sem mættu á þessari önn bara yfir höfuð. Við erum að klára þetta núna, þetta ár. Og þegar það kemur aftur á næsta ári þá var eitthvað breytingar, en ég vona bara að þetta gangi ennþá betur. Button check. Button check. Já, elskum button check sko. Já, þakka ekki alveg fyrir. Heyrðu, þá var það Hrafn á. Hæ, ég heiti Hrafn. Hæ, ég heiti Jæja, Hrafn. Ég er með honum Pálma hérna. Já. Hæ. Við erum báðir komnir áfram. Já. Hvaða fólk er þetta að horfa á? Þetta er Magic og Chief. Magic og Chief. Þeir eru okkar mönnum, sko. Já. Ég myndi segja það. Pott á móti Queen DC, sko. Þetta eru tveir karakterar í törnuleiknum, get ekki stræðis. Það er halda skoðunum aftur eftir að lesa reglunar, eða? Ég heiti Hrafn. Nei, sko... Queen DC er með hana veggarna í þessu patchi sem endast í 5 miljón ár. Þetta er svo fyndið, því að mér líður eins og animationu breytist ekki neitt. Nei, nefnilega ekki. Þegar ég spilaði, ég fór fyrst í leikinn, bara þegar patchi kom út, skiljur við. Lenti á þetta DC og bara, af hverju er ég að hitta hana vegnum í hvert einasta skipti? Já. Maður getur ekki vanist þessu. Nefnilega ekki. Ég sé ekki leikinn. Heyrðis betur um mig núna? Ég afsaka mig, ég er búinn að snúa mikrofónum með öfugt allan tíman. Akkur er Ræsmann að kalla mig Gargaruta? Er hann ekki bara alltaf kallað? Hann er alltaf að kalla mig Gargaruta, en ég er ekki VTuber. En við erum að byrja hérna, þetta er classic bardaðleika matchup. Sónur á móti Grappler, en þannig er að ég held að þetta múið þarna, sko. Flick, ég held að, sko, Magic, Tómas má ekki vera aðeins of mikið að bakka. Nú er hann bara komin í hornið á þess að vera hafa neitt kombo á sig. Og hér er, bara, þú veist, maður vill aldrei í horninu á móti neinum í þessu leik. Sérstaklega það ekki þá, þú veist, pottækin. Nei. Þú veist, þannig að það þarf eiginlega, þú veist, jafnvel út að spila svona, þú þarf samt að, þú veist, að taka eitthvað, þú veist, space. Þú mátt ekki gefa frá þig. Þetta rond var bara einhvern veginn, hann blokkaði ég var hittin að einhverju og svo dó hann, skilju. Það var, þú veist, maður þarf að passa sig að vera ekki of mikið að, auðvitað, þú veist, þú vilt vera langt í burtu á móti pott. En ég veit í rauninni ekki hvað Dizzy gerir í þessum matchup, því fyrstkandir eru svo hægir. Já. Það er svo létt að flikka þá. Er það ekki, er það Whiff? Nei, kannski Whiff Punish með Michael Sword? Já, Michael Sword. Það er held ég svona, eða reyna ná honum í einhverju með, þú veist, kannski viltu fyrsta, þú veist, gera Ice Field. Þetta er bara matchup sem ég bara hef ekki sem mikið af, því að Dizzy hefur ekkert verið mjög algeng síðan hún kom út. Hún er alltaf svona verið kannski neðri kantunum á tierlistunum. Þetta var bottom tier í langan tíma, sko. Og þú veist, það er engin, þú veist, svona super high level Dizzy player sem ég veit um. Þannig að ég veit eiginlega ekki. En þetta er að hvað sem hann er að gera er að virka. Og þetta ætti að vera búið. Þetta er 100 tension superið. Þetta er það. Þetta er myndin sem við þurfum að horfa á. Þetta er bíómyndin. Já. Þetta er gott tækifæri til að anda þeim. Já. Samt, skilju, pirrandi þegar maður er að fæta Dizzy, kannski frendis eða eitthvað, maður þarf að horfa á þetta 50 sinum, skilju, en þú veist. Já, nú þarf ekki að horfa til þetta blokkað. Það er gott. Það var svo furðulegt að það var ekki þannig til að byrja með. Það var mjög weird. Við erum með backthrow, vængir komnir upp. Og ég veit alveg ekki beint hvað Dempsey gerir hérna. Wings of Light er átt, Dizzy er heim á skjánum. Hvað, það þurfti að börsta þetta. Já. Samt, Magic var ekki með mikið mítið til að nota í þessu Wings of Light, en samt hefði verið mikið damage, sko. Já, og líka counter hit, ég held hún fór Ultram, ef maður rétt fór hún mjög mikið að counter hit 2D. Já. Sko, ef Dizzy er eitthvað, þá er hún high damage karakter. Já. Ef hún er eitthvað. Hún er ekki, hún er með eitthvað setplay, en hún er ekki með eitthvað, þú veist, mest besta mix í leiknum. Mjög mikið af því er frekar hægt, hún er með varla neitt high-low, eiginlega ekkert. Allt mixið hennar er left-right og það er ekki, þú veist, svona hratt left-right. Þetta er ekki, þú veist, Millia, þú veist. Þetta er ekki Millia, nei. Þannig að hún vill eiginlega vera frekar kannski að refsa mistökum, en með pott þá þarf það að refsa svo mörgum mistökum. Nefnilega, ég hef lent í því, sko. Maður þarf að refsa
þarf smá svona að ná honum 50 sinum til að drepa hann, skilur. Þannig að, en við erum komið með hitt í hana cross-upið. Vængir eru komin upp, ég tók engan sér eftir að aktivita það. Air throw, þetta er finnasta air throw í leik. Mjög næst air throw samt. Pott má eiga það. Hann er með besta air throw í leik. Air throw animation í leik. Já. Ég fíla þetta Ino, hún setur gítarstryggjara svona í kringum þig og kristiði með henn. Það er cool. En ég meina, já. Og þetta ætti að vera, nei, hann konvertar ekki. Og það er satt. Testament has like the voodoo doll. ég held ég hef aldrei séð það. Það er mjög cool. Hún breytir í voodoo-dúkku og setur nagla inn í það og Shit, það er cool eftir ég þarf að checka upp. Við erum hérna full screen og við erum að zona, við erum að spila Guilty Gear Strive. Hérna, þetta er svona held ég hennar... Þetta voru 50 plus 50 inn í plus 50 inn í plus 50, skilju. Wings of Light, oh my god. Sérðu? Þetta er Potemkin líka. Þetta er svolítið mikið Potemkin, sko. Þetta er huge damage. Ég held að mjög margir karakter hefði dáið hana. Ái. Það er kannski Guts hefði bjargað þeim. Ég er mjög gladur að þeir nerfuðu hversu hratt hann fer í þessu Hammerfall cancel eða bara Hammerfall overall. Það er ekki alltaf meaty frá öllu. Já, það var aðeins svo. Það er ekki hluti sem að grapplar geta gert, sko. Því að meaty, því að málið hann er ekki bara að fá meaty, hann er frá high-low 50-50, ekki high-low 50-50, hann er með guard, þú veist, command grab 50-50. Já. Erum við að fara í Slayer? Við erum að fara í Slayer. Slátrari. Já. Nú er einn cool karakter á skjánum. Já, ég bara... Sorry. En og aftur, ég held að hvort þetta sé aðeins svona smá ég er að reyna að finna aðralega til að segja, þú veist, desperation pick, ég veit ekki alveg Ég myndi ekki kalla það það, ég myndi segja að þetta væri bara, skilur, hann þarf að breyta einhverju. Já, það var ekki að virka, pott var ekki að virka og þannig að þú veist, þú tapar engu í raun og veru með það að fara í annan karakter því að það var eiginlega alltaf að fara í eina átt. Já, þú veist, ef hann hefði farið pott hann það bara að tapa, skilur. Já. Það bara að gera eitthvað og við sáum ekki leikinn, Þannig að er hann Magic kominn á set point? Já, þetta er looking dire, sko. Fyrir Chief. Mér minnir að þessum segir hafa vel verið að spila mikið saman online, þú veist, Dizzy Slayer. Og ég bara... Þannig að það er að fara, skilju, en... Mér frá því sem er að sjá núna, skilju, þetta er... En það er verið Magic bara bæsi og alveg ótrúlega mikið. Wings Red er, ok. Raw pælbangur, we love to see it. Af hverju ekki? Oh my god. Why not? Og allt í einu eru þau með sama health. Allt í einu eru þetta jafnt round. Slayer gilt ekki, sko. Og þarna, nema burstið. Hann burstar ekki en hann reynir að beita það. Þannig burstar hann inn í corner. Hann er í horninu. Reynir að ná hann með 2H. Oh my god. Smá scramble hana. Þetta er það sem Slayer gerir, sko. Já. Hann er að tapa á röndinu, það snerti þig einu sinni, þú ert gone, sko. Og hann er að... Ái! Jésús minn alveg. Þetta var 60%, smá 60%, nei þetta er 60%. Þetta var það byrjum 60%, nei, ekki segja. Ég veit hvað það var að segja. Nei. Hann notaði ekki míturinn. Nei, þetta, ég trú ekki öðru en þetta verið til hann airgrab. Og hann hefði öðrulega náðu. Þetta er bara ekki jumpið. Guys. Hanna, reverse. Bara pælbankur. Bara pælbankur, sko. Raw pælbankur, hann var með míturinn, þetta er... Ég meina, það fer... Núna er Chief með momentum. Já, það er eitthvað momentum hérna. Magic er ekki að breyta alveg strax. Ég veit að Chief líkar ekki við Slayer Bridget. Nei, skiljanlega. Hún er náttúrulega bara endast upp í loftinu með Delta Disjoints og... Er þetta að komast inn? Er hann dáinn, eða? Gæti verið. Ég held að hann sé dáinn, sko. Nei, næstu. Nei, það er eitthvað eftir. Það er meira skelingin í brjóstið, sko. En þetta er bara eitt hitt, það er samt. Hvað sem er að fara að dreipa þig hérna. Hvað sem er að fara að dreipa þig. Þetta er bara í raun og veru, ég myndi bara blokka þetta stíð. Og þetta er mjög gott 5K. Þetta var mjög næst. Og þarna... Ekki sé þetta counterplay á þér. Ég þarf að fara að nota þetta því hann næmir alltaf þessu. Ég var alltaf svo pirraður og ítaði eitthvað en aldrei á 6B. When in doubt 6B, það er eiginlega svona hvað maður á að gera þessum leik. Oh my god. Sleppur með droppið. Slayer er... Loops. Oh my god. Loop-de-loop.
Og hér er Chief næstu búinn að jafna þetta. Á mjög stuttri stund mætti ég bæta við, sko. Já, þetta er búið að vera mjög og... Tapast, en ekki nóg. Og hann er að 2-2. Damn. Erum við að sjá Magic switchið? Erum við að sjá Mér breytingana? finnst mjög líklegt að hann skip... Ok, Ok, fair enough. við erum að committa að... Ekki dörspil, það er bara, já. Ég er að reyna... Hann fer svo stutt þegar Icefieldið er átt að gera mappa, þess að hann fer bara hvergi, sko. Þetta er áhugavert hjá allur, þú veist, allt momentum með Chief. En kannski bara, þú veist, hann hlýtur bara að trúa þessi. Hérna. Ég held að Magic þurfi bara að taka þessu mjög rólega, sko. Bara, Já, hann er með lead. Hann er ekki bara... ekki approacha, bara henda út þessum fiskum og þú ert góður, sko. Ekki lengur, þú ert í horninu, ok. Hann er að challengea Já, þetta er... Það er næs, maður þarf að gera það, sko. Hérna er super... Nei! Nei, ok. Gemur það bara fyrir búa sig eða eitthvað. Eða, já. Þannig að hann vildi... Þarna er Magic komin á set point. Og ég fæði jumping K eða þannig. Við fara 6B og það er ekki punish. Við fara 6B aftur og það er refsað þetta skiptið. Back throw, já, punishable. Já, það var punish. Nú ertu í horninu. Guard crush. Vængir. Þetta var... Close slash. Kombosk. Nice hop, hvað er að gera? Býttu, er hann að fara að byggja 100? Er hann að fara að byggja 100? Nei. Það er samt ekki superið, sko. Já. Þetta var crazy anti-air. Nú er það bara... Í raun og veru, það er báðir með burst. Já, maður þurfti eiginlega að bursta hann áður um að vera hitt. Hvað sem eiginlega hefði getur hitt þessum grefunum. 2H og þarna er það Magic sendir Chief í loser side. Og kemur sér í winners finals smá tæftana. Mér fannst þess að það er bara svolítið svona að róa sig. Já. Ekki reynd að vera eitthvað... Já, mér sýnist ég er að fara að keppa við Hihi. Þú þarf að keppa. Já. Hippið þér. Skal gera. Ætlar þú að koma þetta með mér, Arnór? Ég ætla að koma þetta. Ok. Ég skal... Já, færð þú endilega þangað, þá get ég rúlla mér hérna inn, sko, í smá Æ, Arnór. Blessaður að... Er ég búinn að brjóta eitthvað reglur, eða? Ekki sem ég er búinn að taka eftir, Ok. sko. Það er súper, veist, það er eitthvað að taka. Já, Ég kan tala við hann eftir, sko. Ég kan tala við hann eftir, sko. Það er aldrei skuggalegt, sko. Heyrðu, ég sé hérna Fjallbúinn farið aftur kommentari, hann þarf nú að mæta móti og hann ætlar að fara að vera kommentari fyrst, sko. Þannig að bara svona... Hvað er svo chatið? Getur þú sorry. Já, það er bara að henda chatinu hérna. Það Ræsmann sé eitthvað að tjá sig, skilur við? Já, nei, ég held að hann sé nú helvítið rólegur eins og sko. Svona róbotlíma nú hérna rétt á hann. Nei! Já, tónlist í hverfi náttúrulega þegar þeir eru farað hérna í. Það var bót í hausinn á mér. Þetta var Magic. Hörru, já, ég ætlaði að breyta hérna hvað menn eru að keppa. Það er... Á móti Hihi. Tomasian. Wilted Rose emoji. Sæði Tomasian Wilted Rose emoji. Þú heitir það? Tomasian, sko. Hvað? Ég vissi það ekki, þá var það leikurinn að byrja. Nei, þeir eru að fara í bug check. Takka aðtugun, eða? Má ræta sig. Já, þetta er bug check. Hver er Dark Egg 11? Það er einhver vinur greinilega Hihi og hérna Fjallbúinn. Sé að hann hérna... Já, hann er að tala um Hihi. Já, hann var ekki að tala um... Magic. Þú ert vinstarmegin. Nei, er ég vinstarmegin? Ég var vinstarmegin. Þú ert vinstarmegin. Þú ert alveg fallið. Takk, ég er dálítið myndið. Takk fyrir það. Já, þeir eru tilbúinir, segja þér. Þetta verður áhugavert. Ég veit ekki hvað það þýðir, sko. Ég veit ekki hvað það þýðir, sko. Hann er alltaf í I'm ready. Já, nú skil ég. Gott reference, maður. Takk, ég elskar Sam Sveinsson. Ég hef hann næstum búinn að mæta í Sam Sveinsson skirtu hérna í dag, sko. Nennir að gera það næst? Ég skal gera það næst. Ég heyrði Supervis að syngja, það þýðir eitthvað hans í loftinn, sko. Það ekki. Þannig er hann að það... Heyrðu, what the fuck, segir hann? Button check inn í takkar ekki að virka. Big things happening en það, sko. Er það snúran? Heyrðu, bæði! Það þarf ekkert að stoppa þó að einhver... Nú heyri ég ekki neitt. Það fór hljóðið. Nú heyri ég ekki. Þarna kemur það, núna er það komið. Þetta er byrjað aftur. Og lagið hægt og rólega kemur aftur inn. Þarna.
Það er ekki lagið, það er ekkert lagið, já, það er bara Johnny og Andy að tala. Það er bara Johnny að hvísla sensually in your ears. Já. Nei, fyrir þá sem ekki vita, það er ef að fjárstængin dettur úr sambandi, það þýðir bara að þú fær bara að leika þér. Gott Er það ekki súper út af því að PlayStation ákveða að vera það geggjað að setja mikrofón inn í PlayStation-hlusturinguna? Jú, en ég held að fjárstængin er aftengst þarna. Ég er búinn að redda þessu maður, ég er búinn að redda því að við fáum alltaf hljóðið. Það er bara eitthvað við þennan leik, sko, þegar það skiptir hljóðið þá hættir lagið. Arc System Works. Hann er lagið. Hann er ekki með lagið inn. Heyrðu, flott, góð byrjun hérna hjá Supermest, þó að hann var með halvan leikinn þarna ekki með fjastringu, þá náði hann samt að ná rándinu. Það er alveg ótrúlegt sko. Já, það er bara klikkað. Rándið var halva rándið ekki með Já, fjastringu. akkurat. Það er frekar gott. Það sýnir bara hversu ótrúlega lótýr Andy er sko. Nei. Er það ekki? Nei. Ég er Johnny, er hann ekki eitthvað svona mid-tier eða eitthvað? Er ekki einhver regla á móti því að ljúga á interneti? Já, kannski góða fundur. Var það í reglunum? Að ljúga? Ég skrifaði þessa reglu fyrir commentary, ég var ekki búinn að tjekka því hvort það mætti banna að ljúga í því. Þú varst að ljúga sko, þú var að... Mamma þín mín, nei, sorry, ég glemdi. Ok, passa sig. Þetta er gott, þetta er alltaf góð. Heyrðu, fyrsti leikur bara, Supermest að vakna. Hann var svo reiður við þessu fjastringu, hann bara refsaði henni. Massaði svo hratt að hann náði að vinna. Það er einu sem að þarf á Johnny. Nei, Bara okkar takkar. ég veit það. Ég veit ekki hvað ég var að velja Kai Kisk á streymið sko. Hann er líka easy. Er það? Ég er að segja þetta respekta Egil. Já, ég skil þig. Já, Egil verður brjálægur í tjattinu eftir bara eitthvað. Hann byrjar að segja eitthvað Happy Chaos er náttúrulega bara eitthvað. Það er engin Það er náttúrulega masslokk persóna sko. Það er engin karakter í þessum leik léttur. Þetta er erfiður töluleikur. Já, ok, ég skal vera saman því. Sem hann sem er ekki góður í honum. Herru, við sjáum hérna flott eins og spurning, þú veist, Hihi er búinn að standa sér ótrúlega vel á þessu móti. Leiðilegt ef hann dettur út hérna hjá Jóhanni. Já, mér finnst hann allavega að hann er búinn að vera mjög góður, mjög gott gameplay hjá honum. Ég veit ekki hvernig þetta matchup er en ég myndi ímynda mér að Johnny er með smá advantage sko. Ég myndi halda það. Já, ég get ekki sagt fyrir neitt út af því að ég tapaði 10-0 á hann gegn Hihi þegar ég var að spila Johnny sko. Já, ég tapaði 0 á hann sko. Hérna, flott, ok, Hihi kannski snús við hérna. Núlega. Ég sé allavega að það eru menn í chattinu sem eru alveg bara all in. Go Hihi áfram spin and já, KMK. Alveg rétt. Vímið hans Anji, nema á íslensku. Já, kinn þannig. Já. Nei! Fiskur, fi. Vel gert. Mistfærir bara í handlun á honum. Aðeins svo langt í burtu til að svona álíka spilinu líka. My stupid chunkus character, I'm -18 sko. Ái. Gott counter. Mér finnst eins og hann var líka mjög góður á hérna skjáltanum minnum þar sem að Hihi var mjög góður með það að ná alltaf counter superinu. Það er ekki hérna mótið sem var á Akureyri. Jú, nei, það var hérna skjáltinu Já, ég var þar. Þú lendir í þriðasæti minnum Ég lendi í þriðasæti sko. Þú ert ekki góður í þessum leik. Þú ert dyrtu góður. Ég er bara með dræfaði sko. Þannig ekki sko. Heyrðu, leikur 2 og Hihi er með þetta. Flott, gott comeback hérna. Ég gæti ekki sagt þig hver að fara að taka þetta set sko. Nei, ég eiginlega ekki. Mér finnst þess að þetta sé rosa mikið búið að vagga til og frá hérna. Fyrsti leikur var alveg með Johnny með báðum rondum. Hihi, já, hérna Anji nær eftir það. Bara báðum rondum. En kannski var bara... Þetta er svo miklu skrambul karakter. Já, mér finnst það eins og... Já, ég skal alveg saman því. Það lítur smá út eins og gaurarnir vita ekkert hvað þeir eru að gera, sko. En þeir vita það, sko. Já, þeir vita. Það er nefnilega málið. Það er alveg allt að láta það, vita hvað það gera en láta það lítið þess að vita ekki. Já, akkurat. Það er alveg, það er góð punktur, sko. Bara run up grab á midi. Á ekki með þetta, sko, þannig að er hann... Súper. Er hann dáinn? Yes, sir. Þessi dáinn, sko. Flott. Ok, Hihi kominn yfir núna. Búinn að taka the lead tilbaka. Þetta er mest classic combo að droppa þig. En hérna Honest Johnny er að fara að koma tilbaka hér. Sjáum gott damage.
Bíddu. Hann er að láta... Holy shit. Hjarta á 100. Ég finn the heart rate, sko. Fór það í lokin? Ok, ég ætla að vona það að hljóðu hafi fórað. Ég sá nefnilega aldrei að mixer var hættur að virka. Þannig ég ætla að giska að það hafi verið vonandi í lokin. En heyrðu, þetta var fucking sick leikur, sko. Þetta var sett, sko. Jesus Christ, sko. Ég ætla að fá einhvern annan mann hérna á Þetta fær mig að commentary, sko. Ég var að bara að segja að Andi verið cool. Kom þú þá nær hérna? Ég kem nær. Hver er að skipta? Tómas? Æ. Afgræð þú aðeins. Er þú nokkuð að fara, eða þú ert að fara strax? Nei, þú ert ekki að fara strax. Nei, Kránlaus Hver er að keppa? Ég er að keppa. Erst þú að keppa? Er ekki Kránlaus og ég? Kránlaus er að fara að keppa, maður. Og Garuda, maður. Hey, Já, komin. you wanna win? Respectfully. Ég er að koma. Herru, skiptið þið Því að þessi er, hérna. Því að þessi er með lægra stil. Já, ég tala ekki hátt. Ég ætla að losa þessa bleiku, þetta fyrir mig. Ég er að tala í logoinu. Í þetta? Guð, hjarta mitt. Já. Ég þarf að horfa á þetta set, sko. Þetta var bara crazy set, maður. Jesus. Bara vel gert. Guð. Við erum... Ég er að... Ok, ég er að það komin yfir. En við erum með Chief og Rapp. Já, það er bara ná andanum smá. Rapp er... Róaðu þig. Kalma. Horfandi á andlita, þá er hann örgulega að bölva þannig að vera að keppa við Potemkin enn og aftur. Smá rage moment eða eitthvað. Skútja smá. Vá, er myndalinn svona? Ok. Hver er þessi gæi fyrir aftan okkur? Er þetta hinn allræmdi Dan 50? Já, hann er running away, sko. Hann leit svona eins út eins og, þú veist, villain í 1930s svart-hvítri mynd með engu tali. Eina sem vantar er svona skeggi og þú getur verið að binda konu við lestateila. Hann er ekki eins og Axl Low, hann getur ekki saman að text, fyrir sig. Hann er ekki Briti. I'm not Briti. Man. En ég held að við sem ekki verið bandcheck, mér sýnir svo... Ok, það er button check. Einmitt því að segja það. Dark Pig 11 segir bara henni, þetta er bara allt skill, takk fyrir. Við sjá hvað er chattið að segja. JP of Doom Bear. Well, it's, of course, that means. Ingi Þór Ég er svögnarlofur, ég er ekki að spila, þetta getur verið kostur. Oj, jeez, nei! Hvílíkur leikur, bara hefni, RIP, allt audio. Það er svona áhugurinn leik, þegar maður disconnectar fessilinu og bara hverfa allt audio. Hver er þarna Herrenborg? Þetta er Egill, held ég. Er það Egill? Er það? Já. Soppa Egill. Vonandi ert ekki að vaka á lengi, þú ert... Er ekki próftímabil hjá þig líka, eða? Hvað er klukkan? Örlingur 12 eða eitthvað í Japan. En já, við erum að byrja. Ok. Ég veit planað eftir svona... Ég held að hún segi það að það verið músan eitthvað staðar í, hann var að tala um músan og... Músan... The Mouse. Hann er að hlaupa yfir til að færa músina. Og reyna að trufla eitthvað. Þannig að hún er ennþá. Counter hit. Nei, Chief er ekki að fara að bursta hana. Það veit hann með líf til að gefa. Og þannig að þetta er svona áhugavert því að þetta er ekki eins og hann er mjög Chief var alltaf svona hálf meikar ekki sens að þetta hefur ekki verið meinað í langa tíma því hann er alltaf grappler guy. Hann var top main. Hann var í eitthvað tíma. Og soul. Já, ég held að hann var samt hægt að meina pop F áður en mótbyrjuð, ef maður rétt. Og þannig að þetta er hann svona aðeins að, þú veist, connecting with tengja svo rætum sínar eða eitthvað. Já, hann sagði við mig að hann hefur bara alltaf spilað Slayer í öllum gildinguleikum. Já, ég veit hann spilaði Slayer í Exert og ég veit hann að, en bara kemur það er svo áhugavert við þetta, mér finnst alltaf mjög áhugavert, þannig að það kemur mér lítið óvart að við erum að sjá Chief pop, sko. En líka, ég held að stór hluti af þessu er þú.
Yes. Hann sagði mér að þú var alltaf rústunum með Bridget og hann þurfti að finna eitthvað til að gera það. Þannig ég held að Pop sé svona aðeins hluti af því og ég held að sé svipa með þetta matchup og Happy Chaos og Pop að það er svo svipa dæmi. Hún líkar ekki aldrei að spila við Happy Chaos. Því nú erum við 2 Happy Chaos, þetta er ekki núna í dag að Moon en Crazy, I can't select on stats. disgusting. Við erum með 2 mjög solid Happy Chaos spilara núna á landinu þannig að maður þarf eiginlega að vera með eitthvað fyrir þannig karakter því að það eru sumi karakterar eins og til dæmis My Beloved ABBA sem bara burst into checkmate. Já. Þannig að þú veist það er ekki RC og það ætti þetta að vera nóg til þess að taka fyrsta leikinn 1-0 fyrir Rapp. Smá greedy hjá Chief en þessi bíl er samt þetta er kakki sko. Þetta er flott bíl sko. Þetta er alveg right. Ég vildi líka að ég geti saman bíl úr loftið, veist. Bara svona. Ja. Við þessu degið Pimp My Ride, hefur heyrt það? Pimp My Ride. Það getur deflekta skot. Já. Hann getur deflektað basically öll %. Ég held öll %. Nema kannski, getur hann reflektað super %? Frá... Nei, hann getur ekki. Bed? Nei, hann getur ekki. Nei. Já, nei, ok. Hélt ekki. En Flick, þetta er mögulega, oh my god, þetta backdash! Það var ógeðslegt að tæknumærin tók að sér hinatólinn. Hann hristir hausinn. Bara disgusting, sko. Þú mátt ekki gera þetta fyrir framann Hann kallaði það. Potemkin. Þú mátt ekki gera þetta fyrir framann. Þetta er hratt, en þetta er ekki nóg hratt til að sé ekki að þróa þessu bara. Þannig að conversion í knockdown, nær, og þannig að þetta er wallbreak nema reynir að beita burstið. Look at me, ég er Happy Chaos, ég fæ Þetta hefur ekki, þetta er, oh my god, Flick, ég veit ekki hvað. Look at me, ég er Happy Chaos, ég fær combo 2K2D. Ég ætla að halda kæfti, ég er ABBA player, ég fær combo 2K2D. Fær þú? Í Jealous Rage? Já, en þú ert að requita requirements. Happy Chaos fæla bara. Ég reyna að muna hvort þessi ykkur fleiri sem fá. Það er alltaf karakterinn sem fá mest reward held ég. Oh my god. Come into my embrace. Come into my embrace. Og þarna, maður þorir ekki að íta á neitt. Þetta er svo áhugavert strike throw 50-50. Því að það er svo margir svona grappler þar sem það er alltaf oft skewed í eina átt. Eins og sem gera meira damage úr throw eða meira damage á kombóinu. Með pott, maður bara, þetta er alvörinu 50-50. Já. Á allan hátt af því að verður rewardið fyrir pott er mjög svipað, sérstaklega með meter, þá getur pott fengið fáránlegt damage á pottengibostur. Já, það er nú þegar fáránlegt damage. Þannig að það er ekkert skrítið. Thomas, don't fall for her lies. ABBA fær 2K2D í key grab eða rekka. Það er eina sem hún fær, sem ég veit af, nema ég sé bara... Nema ég bara veit ekki hvað hún er einhverju. Allavega Mirrorless, hún getur... Oh my god, hún er dáin. Hann er dead. Það er svona nostalgic að sjá Egill ABBA hate, sko. Það er nostalgic, sko. Eru alltaf að fá nostalgia, það er ekki það er svo Þú þegar maður verður gamall að suga þá er allt nostalgic. Bara einhver gamlingi hérna, sko. Já. Chief bara, það var ekki mítið og hann er það. Nei, hann er svipað. Notar ekki míturinn, PRC og hann er það. Bestirinn. Hvernig Chief bara horfði á hann. Þetta glott hjá Chief var hana. Það var illt, það var illa gert. Það var illa gert hjá okkar manni. Ég er að fara að gefa Chief! Þú ert að fara að tjópa? Nei! Í fyrsta skiptið! Í fyrsta skipti? Við höfum aldrei keppt á móti á þau. Hæ? Ég veit ekki. Hvernig? Hver er núna? Er ég núna? Er það Winners Final? Ok, Já. Já. Gangið vel.
Það var að koma að því. Þá mæta þeir. Þetta var smá hot moment hjá þér. Hver er það? Potemkin, Mundi reglurnar. vel designed fighting game character. Takk fyrir mig. Verða þetta? Það stendur hérna á vefsíðunni 2.1, hann vann það mikið að þetta sleppti bara senast að reynum. Nei, hann crashaði síðan sko. Herri, við erum það popular við crashiðum síðuna. Já. Heyrið þið það? Ég held að þetta gera reset match eða eitthvað. Í hvaða set? 5. seti? Ekki. Button check. Jóhann Potemkin Það er alltaf like Dan 50 að fara að stela my lunch money eða eitthvað. og shove you in a locker. Já, það er bara það sem hann gerir sko. Já, quick button check. Mér langar að sjá Superman að sitta Wild Assault komboði aftur. Þannig að Ronsat var fallar. Nei, þarna í jump. Já, jumping, já, ég er til að líka. One for fans sko. Við erum þetta búin að fá svona fyrir fanskilur, ég vil til hann á þessu. Part of the fans. Potemkin var ég slítaður 4. yfir hvern. Ekki karakter. Ég veit ekki. Hvað var sýtaður? Ég var slítaður 4. for some reason. 4. Ég er... Leikur hann að byrja. Oh, my bad, ok. Potemkin Johnny. Former top tier sinna. Former. My bad, Potemkin top tier. Former? Former. Ekkert former vinna karfi. Segjum bara ekki tyrant lengur eða eitthvað. Sure. Já. Já. Sure. Hann er ennþá með armor á Potemkin, veist þess. Þeir tóku armor einu múfi. Já, gerðu Hammerfall hægara og náttúrulega bara, hann var líka universally nörd þegar það er alltaf YRC af Garuda. Alltaf YRC af mig. Já, bara þú... Fattar að ég heiti Garuda og nafni heitir líka. Múfið heitir líka Garuda. Þessi var svo góður. Takk, Thomas. Við veitum með biggest fan, sko. Já. Ég var alls ekki að segja ég var í biggest hater rétt á hann, þú veist. Ég heyrði það ekki, hann er ekki satt. Ég veit ekki hvað þessi karakter að gera mót einhver öðrum, sko. Ég held að Johnny er smá... Já, hann getur ekki gert neitt ef Potemkin er inni. Nei, en þú veist... Getur Potemkin gert eitthvað þegar hann er úti, skilju? Þetta er bara svona... Bara the usual Potemkin þarf að reyna að komast inn og áreitt með það, en svo, skilju, kemst hann inn og drippar hann í beinni. Já, that's about it, sko. Hann eitthvað hoppa því hann gerði dæmið hann, skilju. Já, hann gerði þarna jumpscare. Það gerist stundum. Það gerist stundum. Þetta er bad. Var þetta Grúta? Vistu það þú? Þetta var ég. Hann börstaði, sko. Hann er að flikkan, sko. Hann er að flikkan, sko. Flikkið, sko. Crownless fyrsti leikur. Já. Potemkin. Potemkin líkir. Já. Af hverju má hann þetta? Ertu búinn að sjá klippið það sem postaði að mér? Fokkin slæta inn í Potemkin. Já, þetta er ryggsuga með armor. Sem að gerir hálft helfið þitt. Ryggsuga með armor. Já, hann er dáinn. Hann er dáinn. Nei, menn, hann var með bensininn. Þetta er version super. What? Ég heitir hann kannski Jordan. Það stendur Jóhann, ég held það. Það er þannig Jóhannes. Ég held að Superman sé með þetta rann, sko. Er það? Ég gæti trúið það. Þú veist, Crownless, hann er með full meter en ég er ekki að ná að komast nefn. Commentator curse eða eitthvað. Já, eitthvað þannig. Samt ekki, skilju, en Potemkin. Þetta er Potemkin. Við byrjum bara að segja Potemkin, sko. Skilju, þeir nördu þennan karakter, en ég finnst það samt vera í þetta sætt, sko. En ég ætla að hægt að tala um Potemkin. Ég ætla að tala um, skilju, hvernig frábær Superman er í þessum leik. Já, Superman, hann er flott í gæi, sko. Hann er gullfallegur drengur og hann er góður í gildi, skilju. Já. Hann er í Pokémon jólapeysu. Já, það er svo flott. Vinnur á leikskólanum.
Smá doxa. Love that guys. Ég sagði það sjálfur. Það eru nokkur leikskólar á Íslandi, sko. Eftir. Nei, Ok. það er bara einn. Og það er sem ég fór á. Sem er... Arnóður. Já, hann var í leikskóla fyrir 5 árum, skilur, þannig að... Já, sko... Það er ekki mér að kenna að ég fæddist svona. Þú varst bara employed og eitthvað í fullri vinnu bara þegar ég var að fermast, skilur, pældi því. Já. Jú, fyrir 5 árum eða eitthvað. Sko, hann, já, þetta er Street Fighter 6, nefnum. Hann spilar Street Fighter. Þessi báðir spila Street Fighter, sko. Er það? Já, Lily og Sangi. Nei, þetta er Kimberly. Já, Kimberly er hann að dansandi, gælan. Já, hún er Við hvað? erum að tala um eitt svo leik. Þessu. Já, Supermiss er að vinna þetta round, sko. holy fuck, Supermiss. Þú ert svo cool. Hann gerði BRC og Mistfæn er on the ground, dáinn, skilju. Supermiss er svo cool. Ég veit það. Við erum að heita of mikið á Crownless. Ég myndi aldrei heita á Kronos. Ok, Ég elska Kronos. Við elskum Crownless allir hérna, en hann er Potemkin. Já, skilju. Love the guy saman hvað hann gerir. Hann geti pikkað, skilju. Love that guy, he did nothing wrong, sko. Þú veist, ég veit ekki hvað broken characters eru í heiminum. Hann má pikka hvað sem er. Hann er alltaf bara kýr fyrir mér. Hvað gerð? Vel gert, have a treat. Þú veist, við erum... Raw commentary stuff, bara að bulla. Fjalla búinn. Það er kinda hvað við gerum hérna. Það er ekki, hvernig á ég að fara því að koma til þennan leik? Þetta er bara... Þetta er áhugavert gameplay, sko. Þetta er skemmtilega leikur. Ættu, Thomas. Crownless á matchpoint. Hann er á setpoint, sko. Við erum ekkert búin að vera að fylgjast með. Hann er á setpoint. Fyrir matchpoint. Setpoint. Hann er á setpoint, Thomas. Hættu. Hvað meinar þú? My bad, ég var fættur svona. Thomas, hættu! Lokkinn, sko. Fyrir gæðu maður, ok. Já, það er örugglega Þetta er hann, sko. Þetta er ekki... Jú. Þú veist það bara að segja Potemkin. Sérðu þetta? Sáðu þetta? Hann gerði reversal í inni Garútaði, sko. Þetta var mjög cool. Þetta var sick. Hann gerði þetta áðan með Angie líka. Þetta var ógeðslega cool. Supermiss er gateinn. Oh my god. Veggja superið, sko. Holda. Hérna er veggur. Gerði eitthvað í þessu. Nei, þú getur það ekki. Go play neutral eða eitthvað fyrir mig. Er gatt? Ok. Já. Þetta var set of all times. Þeir eru að knúsast. Sko. Ok, save it. Nei, hann var bara på temkinu, skilju. Gauir, Dragon Ball Hæ, Supermiss, hann er kominn. Ég sá... Það sér þið enginn. Gauir, Ómar, hvað ertu? Chief er í Dragon Ball peysu. Þetta er ekki Dragon Ball, þetta er Pikachu úr Pokémon. Ég er ekki að tala um hann, ég er að tala um Chief. Já, hann er í Dragon Ball peysu. Ég sá það á hann. Þú varst på temkinu þér. Já. Það farmaraði þér okkar. Hvert fór hann? Þannig er hann, wow. Ekkert. Já, við ættum ekki að vera á kommentari saman. Ég ætla að... Já, ég er að fara. Pálmi, Koti. Nú getum við verið á kommentari. Ég get ekki kommentið það með Tómas, hann bullar svo mikið. Hann bullar mikið? Og þú vilt kommentið þetta með mér? Þú bullar minna. Þú talar um leikinn, ekki bara eitthvað hvernig varst í leikskóla okkar. Sem var fyrir 5 árum bæði, Tómas. Ég var bara í leikskóla um daginn. Já, þú vinnur þar. Já. Ég vinn á veitingastað. Já? Hvað veitingastað? Ég ætti ekki að segja það. Nei, kannski ekki, það er ekki góð mynd. Ég ætla ekki að doxa mig. Er það góð matur samt? Já, ert að grínast eða? Fæ hann for free daglega? Oh my god. Það er þetta hljóma næs. Hvað erum við að fá næst? Hvaða menn? Við erum að fá Dan 50 Magic. Dan 50 Magic. Chief er sítaður yfir Dan 50. Er þetta ekki bara byggt á þannig að... Past results. Nei, er þetta ekki byggt á þannig að table-unu? Dildinni, eða ekki? Jú, þetta er byggt á dildinni. Og ég held að, er ekki Chief núna öruggur að taka dildina? Ég bara er ekki viss, sko. Hvernig virkar þetta? Þetta dilda-system er alveg áhugavert. Ég var undir Ídeka í Tekken, sko. Ídeka var aldrei sett að mér. Hann er
Já, Ídeka setti sjálfum sig yfir mig sjálfum mér, bara, þetta er eitthvað propaganda. Ég tók recount the votes, halló. En, Já. erum við að fara að sjá Asuka? Mér finnst það mjög ólíklegt. En Hann var að segja Asuka Tech. þetta er svo mikið stubborn pick hjá honum. Já. Það er bara, ég ætla að spila Asuka, ég ætla að sanna að ég geti að spila erfiðan karakter, skiljum við. En svo bara tapar hann. Sko, ef Dan var ekki með Axolo í rafsvasunum sínum, þá held ég myndi alltaf gera á móti Dan. Já. Því ég held hún líka að spila við Asuka á móti Batman frekar en hérna karakterina sína. Hefnilega. Þeir geta ekki hreyft sig. Þetta er... Hvað er það að tala um? Það er, Þeir ná ekki að hreyfa sig. það er ekki, hvað meinarðu þeir ná ekki að hreyfa sig? Þeir ná ekki, þú veist, að láta sig inn í Player 1 og Player 2 side. Ok, það er ekki sko. Ég er ekki eins og með Lando Norris Monsa til að fylla bílið á milli matcha lengur. Lando Norris? Ég var alltaf með Lando Norris, reyndar, hann var að vera F1 World Champion. Er Max Verstappen washed eða? Nei, hann lenti í öðru, þegar hann tapaði með 2 stigum. Ég er ekki Þetta var ákveðið að loka keppninni. En var hann ekki að vinna seinustu árinu með svona 500 stiga? Þetta var 4. í röð, hann var búinn að vera 4 í röð, þetta hefði verið 5. Hann var 100 stigum fyrir aftan á einu punkti. Damn! Þetta var, og hann sagði sjálfur, eiginlega eina ástæðan fyrir að náði næstu að jafna þetta er að því að McLaren var að skýta upp á bak. Sko, ég fylgdist alveg með F1 á þessum tíma þegar Max Verstappen var alltaf bara að vinna allt. Ég var þreyttur á þessu, skilju. Ég nefndi ekki að horfa á þetta lengur. Það er held ég eitt tímabil þar sem hann vann eitthvað 90% keppna eða eitthvað. Já. Ég man ekki hvað það var. Ég bara komið aftur inn í þetta, veist, einhver annar er að vinna, skilju. Gaman að horfa á þetta. Já. Þetta er ekki bara Max Verstappen að washa nema þeir sem voru í langa tíma, nummer 1 og 2, Lando Norris og Oscar Piastri hjá McLaren. Já. Það var búið til reglur sem heitir Papaya Rules, þar sem það má ekki vera neitt ósækjart gagnvart þeirra. Og eiginlega þeir næstu hendu frá Drivers Championship og eyðilögðu Championship bardagann milli Piastri og Lando Norris. Maður, þú veist, eins og... Þessi regla, skilur, in race eða mátt bara ekki, skilur... Þú veist, inn í keppninni, þú veist, sem dæmi, þú veist, það var eitt, ég man ekki hvað það var eitt skiptið það sem var lélegt pitstop fyrir Norris og Piastri þurfti að gefa upp position. Það var sagt hann að gefa upp position. Þú veist, af liðinu sínu, því að þú veist, það er ekkert Lando Norris, það er ekkert Piastri að kenna að það var lélegt pitstop. Þeir fekk ekki að reysa auðvitað eiginlega í raun og veru, eins og alvörunni. Þá mútið rétt í blá lokin. Þannig að... En... Já. Nóg F1. Já. Við erum... Við þurfum að tala um eitthvað meðan við erum að laga þessu vandamál, sko. Johnny! Asuka. Þetta er Asuka. Hann ætlar að spila Asuka. Það er... Ég hef á tilfinningunni Dan 50, maðurinn sem hann er, strax og ef hann tapar einum leik. Þá fer hann Axel Lár. Já. Ég bara sé glottið á honum, hann er alltaf með þetta glott. Hann er alltaf með eitthvað glott á sig. Hann er góð með sig og skiljanlega svo. Já, hann er kokki en hann má það, skilja. Já, þú veist, þegar þú er nummer 1, þá máttu vera kokki. Já. Þú veist. Það er... Hann er örugglega í hausnum núna svona að review up Axel Low, Pressure Strings, þú veist, bara svona tilbúinn fyrir. Og ég veit að Thomas, hvort að Thomas vilji að hann fari í Axel Low, síðan geta farið í Bridget eða Buttoncheck, Bridget eða Dizzy. Ég veit ekki hvernig hún líður með það matchup. Já. Ég held að þessi ekkert búinn að spila Bridget í dag. Gott. Nei, sko, Já, hvað... Það er trash talk, veistu, ég fíla það. Þeir eru... Vinalegt trash talk. Vinalegt? Ég held að það sé ekkert vinalegt við þetta, sko. Það er alveg bíf. Ég held að þessi gæðir hata hver aðra. Það er skemmtilega að ímynda sér það allavega. Það gerir þetta meira spennandi. Já. Þú veist, það er miklu meira... Þetta er alveg eins og í boxi. Maður þarf að trúa þér hatakonarnir, þeir hata ekkert. Nei, þeir hata ekkert okkur, en ég ætla að ímynda mér að eftir þetta sett fara þér út bara í fistfight. Þetta, þú veist, þú þarf að selja. Veit það ekki, sko. Ég líður eins og... Ef Dan nær honum. Ef hann nær honum, sko. Já, þetta er svona... Já, ég skil. Já. Hvað er eins og þetta matchup? Fullkominn analysis á matchupinu, by the way. Ég myndi að segja að Thomas væri Asuka að Croyd's IRL, sko. Já, bæði twing. Hættu sem maður.
En við erum að byrja, þú veist, það sem Asuka vill vera, hann vill hafa því horninu, hann vill vera full screen, hann vill vera zona, en hann er ekki að því lengur. Og núna þarf það að blokka. Og þú ert meira en hálfhelt bara farinn. Já, og hann Tók rétt við þetta í mjög lítið manna eftir 1 spell. Bara hann nær replenish aðeins. Þarf núna að... Já. Það var svo super. Altman, hann er steindur. Já. Þetta var rámt, sko. Já. Það er mjög lítið hægt að lesa úr þessu. Það var mjög... Það er alveg erfitt að koma þetta Asuka, þessi karakter er flókin, sko. Já, ég er ekki alveg 100 á stokknum hans. Ég veit að það er 1 stokkur sem þeir fara eiginlega alltaf í Asuka players. Jafnvel þegar hann var, þú veist, top tier, þá voru þeir alltaf í sama stokknum. Ég held þeir vilja alltaf byrja með hana Fireball, hana stóra rauða Fireballu. Og síðan eitthvað til að geta basically koma sér fljótt í, ég held að hann sé komið í test case núna á Magic. En hann er ekki með neitt mana. Nei, nefnilega ekki, sko. Hann er aðeins í vandræðum hérna. Ég held... Og hann er komið eftir með... Nú getur hann gert hluti, nú getur hann gert hluti. Þetta fer þetta ekki í líkilinn, nei, hann er bara nýttur. Burstar út, en hann er með burst og 100 attention. Magic er ekki með neina spells. Það kemur mér á óvart að Dan er ekki að gera JK lol, hann er það. Og Magic horfir á hann, vonsvikinn. Hann notaði bara immediate sprengjuna og, já, Einmitt því ég sagði, ég var einmitt að fara að segja, það kemur á óvart að hann sé ekki múin að gera JK lol, ég vinn með þessu super. Með þessu super, já, eins og Því ég held að Asuka utan án Magic, eða þú veist, búið með mana, myndi bara deyja þarna. Já, nefnilega, ég veit ekki hvað hann getur gert, sko. Ég held að hann myndi bara taka ótrúlega mikið chip damage. Jafnvel ef hann blokkar allt, þetta gerir allt sjokk af chip. Ég veit það, Þetta er alveg insane super, já, sko. Þetta er mjög gott super og líka, þetta er líka solid í combos held ég, en ég hef aldrei séð það notað mikið þannig. Þetta er meira lagi bara svona, þú veist, ég er með health lead, checkmate. Ég ætla bara að zona þig, ég vinn, skilju. Já, og oftast endar það þannig. Ég er ekki oft sem fólk, það er ekki oft sem einhver kemst alveg í gerðum þetta. En við erum komin á Dizzy hana og við erum að sjá, þú veist, mjög svipaða hluti og hann var að gera á þann. En... Right block challenge, stupid game possible, segir Egil, sko. Block simulator takes another unsuspecting way. Veistu chatið hjá okkur, það er stundum fyndið. Svona af og til. Svona af og til, já. Ég var að fara að segja, í endanum á hinleiknum, ég var að fara að predikta að Magic er að switcha immediately. Já, hérna er það. Og hann fór Queen Dizzy. Og er að standa sig aðeins betur, sko. Já. En Dan er náttúrulega inn í þessum super... Ég held bara líka, ég held að Magic sé svona að spila Dizzy meira upp á síka, sko. Já, ég held að... Er ég nokkuð vissum. Ég held jafnvel með hver mikið hann elskar að spila Asuka, ég held að hann sé... 2 bestu karakterinn eru Dizzy og Bridget. Já. Myndi ég segja. Asuka er líka bara erfiðasti karakterinn í leiknum. Já, það er... Þú veist, hann er ekki mechanical erfiður, hann er bara, þú veist, þú ert að spila Yu-Gi-Oh! Meðan þú ert að spila bardagleik. Nefnilega. Þú ert að spila Magic the Gathering á sama tíma, þú ert að managea mana, þú ert að managea deckið, þú ert að vita hvaða spilur eftir svona það þú ert að muna hvað ert búinn að nota og hvað ekki. Já, ég ætlaði að spila hana karakter, ég fikk hana leikur fyrst og ég gafst upp. Ég bara, veistu, hausinn minn er ekki nóg stór fyrir svona. Ég hef ekki pláss í heilunum minn. Þetta var alveg big damage, bara Batman gerir þetta. Já, hann getur alveg, sko ég myndi ekki segja overall sé hann huge damage karakter, hann gerir gott damage. Hann gerir annarkvort, skiljuru, 20% eða 70, skiljuru, myndi ég segja. Og þú veist, oh my, þetta air throw, nice þetta var nasty. En 6p. Já, bara... Guilty Gear 6p. Reynar að beita burstið, gerist ekki Magic með round lead, hérna þetta var insane air throw. Sé ekkert að fara bursta hérna. Sama hvað gerist, ég held að hann alltaf að spara. Og ég myndi gera það líka. Já, ég líka. Bara gáðilegt. Þetta er ekki alveg staðan fyrir Hero Burst. Þú ert ekki að spila karakter sem vil Hero Burst, það er raun og veru. Þetta ekki. Dan er alveg að bara hlaupa á honum þegar hann er að reyna að gera þessa fiska og bara segja nei. Það er bara líka þessi pokes. Hann er búinn að vera mjög góður að counterpoka eins og þarna með Chestnut. Ekki í raun og veru, þú veist, að hann er ekki að leyfa Magic að gera þessa hægu hluti sem Dizzy vill gera. Þú veist, þú getur reactað að Chestnut og punisa því í ákveðnu aðstæðum. Þú veist, sérstaklega verður ekki blockstring. Hann er að air-thrower hann bara endalist með JP, þetta er crazy. Þetta er bara... Hann er bara, já.
himinin er 1-50. Það er satt. Þú veist, Það er satt, sko. Já. mér líður eins og hann enda er Batman aldrei á jörðinni. Það er aldrei hvar Batman vill vera í raun og veru, hann er auðvitað út af 8-way dashinu. Það vill hann eiginlega alltaf vera. Líka með þetta silly float þarna í loftinu. Já. Þú veist, það er svo mikið sem Batman bara græðir á því bara að vera. Síðan er hann með eitt af bestu air normals í leiknum í JS. Vacuum bara. Getur sogið úr horninu líka fyrir mest af cross-up. Hann er með, þannig að, þú veist, mjög góð air normals og líka Needle og þetta. Þetta super. Og hit superið, hann var ennþá með 50 tension, Oh my god. Oh my. Og þarna Og hann wire beitaði seekers. wire feed. Damn. Wow. Og Dan 50 er komin á setpoint. Það tók ekki langa tíma, sko. Það bara virðist sem Magic sé ekki með svör við Dan akkurat núna. Ég meina, hver er með svörin við Dan? Mjög fáir. Þannig... Janna Chestnuts, Andir, setur upp fisk, kemur sér... Dan er í hornum, Janna. En hann er það. Hann veit að Magic vill setja upp Chestnuts. Hann bara hleypar áfram. Því að hann veit ekkert annað fyrir að koma á hann. Hann er ekkert hræddur við vegginn. Hann er ekkert hræddur við Ice Wall. Nei. Hérna. Magic. Og hérna eftir full screen. En hann er málið, hann getur contestað fisk með Nero. Það... Ég veit ekki hvort ég myndi líta á þetta sem sérstaklega gott matchup fyrir Dizzy af því að Batman getur contestað svo mikið af það sem hún er að gera. Er Magic með eitthvað góð matchup á móti Batman? Er Bridget eitthvað betri? Það er bara mjög góð spurning, ég bara veit það ekki. Það fer bara aftur inn í superið og hvað, þú getur ekki inn. Já, þú veist, Sér þetta glotta gæðin? hann veit að þetta er illt super. Og veistu, ég elska gott evil super, sko. Ég elska Með eitt evil super. Ég elska card throw, card toss með Johnny. Ég elska Abba key super. Það er evil super, Í Jealous Rage. Það er ekki það evil í normal mode, því að... Nei, alls ekki, En í Jealous Rage þá er það mjög evil. bara free plus frames hinn Já. skarum, skilju, já. Og líka bara, þú veist, ef þú ert að gera eitthvað, knockdown. Og þú veist, þetta er bara auto win neutral í raun og veru. Já. Losers, það er Chief. Chief og Magic, það ekki? Rematch frá því fyrir bracket, held ég. Já. Var það? Hlaup tilbaka eitt. Já, í Pulse. Í Pulse. Já. Spilur þetta Þar flestir tók... þetta verður með Pulse. Nei, líka í... Nei, það var ekki Pulse. Það var í... Ég var ekki... Það var bara hann, sko. Já, það var 3-2. Og hann vann, já. Vill Chief byrja á Slayer þetta skipti? Ég myndi alltaf það, sko. Potemkinið var bara ekki að virka þetta alls, sko. Ég bauð honum á þann að taka að því okkur langaði svo lengi að keppa undir hverjum og við vorum alltaf svo nálægt til nú gerist það en það var einmitt þegar við vorum ekki búin að vera vel æfðir á Slayer og Abba. Já. Mér langaði svo þannig að maður þarf aðeins að fara að refresha Abba sitt svo að næstuð gerist og ég vona að hann verði refreshed á Slayer svo við getum tekið Slayer Abba. Já. Því að veistu, ég elska Slayer Abba matchupi. Það er svo skemmtilegt. Finnst mér. Ég ímynda mér, sko. Það er Það er örugglega gaman fyrir því að hann þarf að vera í endurnaður, skilju. Já. Getur ekki bara hlaupið í burtu. Það er uppáhalds karakterinn mínir sem þurfa að vera fyrir fram að Abba. Akkurát. Og þurfa bara, þú veist, ég fæ 1 2P into knockdown, nú ert að blokka high-low 50-50. Jáp. Er það fair? Nei. Er mér drull? Já. Ég reyna að sjá hvort að við sáum eitthvað frá okkar mann í Japan. Frá Egil, varðandi Abba-karakterina. Nei. Hann Potemkin Aska. Ég var einhver meina... Button check. Ég var að búast til Dizzy Slayer, ekki Potemkin Aska, sko. Er eitthvað... Ég meina, Flick er algjörlega... Já, þarna, ég þekki þetta, þannig að rauða swirly, það er það sem hann vill rannstar. Þannig að Big Story Fireball. Sko, ég held að... Mig minnir að þetta sé alveg losing matchup fyrir Aska. Men ég held að hann getur flikkað base allt fyrir utan supereðans. Já. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað sem hann getur ekki flikkað. Maður myndi halda að Aska vinni þetta, sko. Hann er ekki með, því ég er nokkuð sem að það er eiginlega engin karakter. Sérðu það? Já. Það er bara nei, hættu þessu. Já. En. Hann grípur armor mjög lett. Já, hann með...
Hvað í guðanabænum er ég að horfa á? Og sjáu, þetta er bara, og þannig að núna ertu... Guilty Gear Strive er fighting-game töluleikur. Þetta er töluleikur. Við erum komin í Super Smash Bros. Ultimate, sko. Jó, hvar er Early? Við þurfum eitthvað... Early, hvað það komið það? Ó, nær teleportinu með Flighthead. Sko, Asuka þarf að hitta Potemkin, svona það byrjum 75 miljónir. Já. Það er Og hann er eiginlega búinn að gera það. Hann er nálægt því. Ég get ekki varla gert neitt annað en hlegið ef ég er hreinskilinn. Man hafði farið, hann er að fara að deyja bara, shit, sko. Anna Garuda dref, Ó, vá. Þetta, ok. Nær þessu þannig. Actually tók round. Og hótt start. Nei, með annars maður ekki að þetta, sko. En bara, þú veist... Mér líður svo að sé bara eitthvað Primal Fears til með einn stillar í Magic þegar maður Já. er í eftirna. Nei, er það, þú veist... Það eru... Þú veist, Sonarar og Grappler, þeir vilja alltaf spila með tilvæningar. Sonar-player, þeir vilja vera svo pirraður. Þá gerur heimsku mistök og bara hleypur inn í þetta. Grapplers vilja hræða þig. Já. Nei, bara það er bara hvernig þeir eru hannaðir. Þeir vilja, þú veist, að þú ert endalaust að hugsa command grabið sem gerir eitthvað 30-40%, hvað sem það er. Á no mana Asuka að gera á 60%, sko. Já. Og þú veist, og þá gerur eitthvað eins og, þú veist, þá gerur eitthvað eins og að hoppa og þá geta þið náð þér, eins og til dæmis í Street Fighter er þetta með AOSPD með Eve og hérna með, þannig að, man aldrei hvað heitir, þegar hann grípar hann á loftinu og er plus. Heat Fist eða eitthvað, ég man Heat Fist, já, ég held það. Þú veist, hann vill neyða þig að gera ákvörðun. Það er oft sem besta ákvörðunin að gera ekki neitt. En það er oft ekki þannig á móti pop. Nefnilega ekki, sko. Það er ekki algengt að besta ákvörðunin sé að gera ekki neitt. Þú veist, ef þú ert að blokka sem dæmi, ég er bara að taka, þú veist, Dizzy. Oftast er besta ákvörðunin að gera ekki neitt. Hún er ekki með neitt, þú veist, block swing sem endi í einhverju ótrúlegu high-low 50-50 sem þú ert að giska. Oh my god! Sástu hvað Garuda gerði mikið damage? Oh my god. Og hérna ertu, og nú ertu að blokka, nú ertu að giska og þannig að... Nei. Hann kom sér út úr þessu. Believe it or not. Ó, nei. Og eitt í viðbót. YRC. Ó, ok. Reyna að byggja. Já. Og þannig að fyrstu leikurinn, Fetty Chief. Já, Heat Knuckle segir fjallabúinn takk. Ég veit ekki neitt. Ég man aldrei hvað múið sér leikur. PTSD in brackets Potemkin Trauma Response Disorder. Stress Disorder. Eins og ég veit eiginlega ekki hvað neitt af múinu ABBA heita. Ég heita Installity Changing and Swaying. Þau eru öll með mjög silly nöfn. Já, jú. Dansa heitir ekki sem Dansa. Það heitir eitthvað Judgment. Oh my god. Dáinn, já. Hann er svo dauður. Hann er ekki búrbóðauður. Cadaverific. Oh my god. Erum við að fara að finna lík í þessum í Venice, sko? Mögulega, sko. Í Venice, Ítalíu. Þetta er þetta ABBA stage, ég tók ekki eftir því. Asuka Arcoach shot dead in Venice. That man found dead in Venice Beach. Nei, bara... Hann Cubes! Cubes, baby! What do they do? Oh my god! Hvernig datt þetta í hug? Ok, back throw. Setur upp. Fær combo. Nei. Hann er down. Nei, mind. Ok, hann er down. Hann var aldrei að fara... Local wizard found dead in gutters. Local large India... Ég minnir að segja indverskur. Ef maður ætti í lórinu. Nei, hann pop. Ég veit ekki. Mér minnir það. Local large man found dead. Hvað er ég að horfa á? Er þetta Guilty Gear eða? Er þetta Super Smash Bros? Ég elskar líka andlita þeirra, það er fullkomlega sérið, menn við erum allir hérna dey og hlátra hvað við erum að horfa á. Hvernig myndir þú útskýra þetta fyrir svona Victorian Child, skilur? Hvað er að gera þetta? Hann er dáinn. Fair and honest gameplay, það er að gerast. Oh my god! RC. Þetta er...
Ekki Asuka. Nei. Ég myndi að reyna að útskýra Asuka fyrir Return to... You know, hefur eitthvað með heyrt Magic the Gathering? Það mest unserious gameplay sem ég einhvern veginn verið veitt af, sko. Engar doktorskráður að fara að bjarga þér núna, Asuka, sko. Mér finnst þú fyndið. Soul Bad Guy með doktorskráður. Já, hann... Þetta Soul Bad Guy og Jacko voru náttúrulega... Vísindamenn með Asuka. Já, og... Mér finnst bara svo fyndið að gæinn, að Soul Bad Guy er með doktorskráður. Það er... Ég get alveg ímyndað mér það, sko. Já. Vissu það Happy Chaos er sterkastur í lúrinu? Vissu að Abba er... Hann er dáinn. Jesus Christ! Oh my lord. Oh, back throw? Ok. Nice. En hann er ekki með neitt. Coolast að þróa í leiknum, by the way. Og hann var aðeins... náði ekki meaty timingu. Og Chief tók sensin bara. Oh my god. Counter hit og þú ert komin í hornið. Oh my lord. Já, hann er komið að set point, by the way. Command grab. Það tekur chunk úr því. Og hoppar út og nær, ok. Reynar að koma einhverjum smá offense. Þar... Ég er að fara að taka stór chunks. Oh! Og hann er ekki með neitt. Hvað sem er. Og hann er döður! Oh my god. Local moon man found dead in Venice, Italy. Local wizard shot dead in Venice. Það sástu hversu mikið held þetta er frá tók líka, holy shit. Ég vil óska að vera með live, bara replay hana, Fólk sem spilar Asuka með eitthvað shame Þú veist. Nei, bara sko, ég sá hann, ok, throw, ok, 1 mix í viðbót. Já, en þú veist, Sér bara alltaf bara döð. það var nefnilega bara allt í henni döður. Og ég er nokkuð sem hefði dáið örgulega meira health. Já. Það er alveg möguleik að það hefði getið verið, þú veist, því þetta var svona 25%. Ég veit það. Air throw, drap á 20 til 25%. Þetta er karakter og full time, sko. Hann full time ginn. Ég held að flestir hefði dreipað hann með air throw, út af hvernig Asuka er. Asuka náttúrulega, já, fer frá því að vera með mesta LT-leiknum yfir í minnsta þegar að missa mannaðið. Hæ, Thomas. Þú varst bara temginaður. Þetta var Smash Bros. Silly business gameplay, sko. Ég veit ekki hvað ég var að horfa á, sko. Nei, við vorum að hlæja ekki að ég við vorum að hlæja hvað var í gangi. Bara hvað var að gerast. Já, Við erum með Dan Crownless. Classic Grand Final sinna, sko. Á. Thomas. Tveir af, hvað ég myndi segja sem svona the big three. Einn af the big three er ekki hér á landi. Hann er í Japan, hann er í chatinu, sko. Hann er bara hann er að lurka í chat. Hann er að menta sig í Japan, sko. Já, crazy shit. Ef hann kemur ekki tilbaka, og ég held hann sé á, þú veist, training arc, sko. Frá hvað ég hef heyrt. Hann sé bara going crazy, að mæta á locals í Japan. Já. Er ekki einhverjir, getur kannski fundið Daru Ino eða eitthvað, skiljum? Hann er Suðurkóru. Á, hver er góður gildi Hvernig segir maður? Tiurara? Hann spilar alla Kisk-fjölskylduna, basically. Já, hann, já. Ekki þess að vera skóla, hann fór að læra frá Tiurara. Síðan er hann var í öðru sætu Evo þegar Nitro vann, ég reyna að munna hann annað en ég er alveg að gleyma því. Það var Jack, eða ekki? Nei. Annað Evo. Evo er þegar Evo Las Vegas, Buncheck, eins og alltaf. Þegar Nitro vann, þá var á móti, hann var líka topp 8, hann var í 3. sæti á World Tour Finals líka í fyrra. Ég reyna að munna hvað hann, ég er alveg að gleyma því. En það er auðvitað ykkur hérna, þetta er nú, og síðan auðvitað Gate, bara Guilty Gear seríunar, Omito er hana. Já. Þú veist maðurinn sem vann eitthvað 3 Evo með Johnny Exer. Ég veit að hann pullar upp á Evo Japan en Omito og enginn er mót. Endur átt að svona top 25 með Johnny. Gæti örgulega travelað og unnið mót en þú veist. Hann nennir ekki, hann er búinn að vinna 3 Evo mót. Hann þarf ekki meira, sko. Það er bara, þú veist. Bara GOAT status achieved, skilur, þú veist ekki meira. Þú ert með 3 Evo titla. 3 rings. Þú veist, don't gotta do more. Þetta er svo Jordan hætti halvleikinu fyrir, sem Michael Jordan. Að þeir voru leiður að rústa öllum. Og voru að spila hafnabolta. Þetta? Já, hann voru að spila hafnabolta, var hræðilegur, kom aftur, vann 3 titla í viðbót. Getinn. Insane shit. En
við erum núna búið með mitt ramble Omito og Michael Jordan og við erum að fara að spila... Mjög tveir related menn, hana Omito og Michael Jordan, sko. Við erum að fara að sjá... Við erum að fara að sjá Slayer Batman. Mér sýnst að hann var Slayer í bæðinsækunni því að hann spilir Slayer í leiknum líka. Hann Chief hefur held ekki... Jú, hann hefur unnið 2 svar held ég Grand Finals á móti Dan bæðiskiptin. Já. Hann er með 2 held ég mót og bæðiskiptin er í Nýþögg og bæðiskiptin var á móti Dan í Grand Finals og Dan var á Batman eða hann spila actually seinna sætun, ég man eftir því fyrsta skiptið en ég held að það sé líklega sem séum að fara að sjá Slayer Batman allar leið. Sko málið með þetta matchup núna er ég veit ekki hver er meira skilur in practice, hver er búinn að vera að spila meira. Þetta er líka bara mjög upptekni tíma þetta fyrir báða og báða. Já, hvað þetta á skrýtnasta wallstage sem ég sé sko. Við erum og hér held ég að við séum dáin sko. Já, nei, en við erum 1 hit. Já. 6P, hann Dan elskar gott 6P. Það gera það margir. Það er einn sem elskar 6P fyrir aftan þig líka. Hvað er hann? Tomasian. Það er góðu takki sko. Það er góðu takki sko. Þetta er 6P stræð sko. 6P stræð. Johnny 6P Guilty Gear Isuwatari. Hann heitir það sko, já. Fulla nafni, government name. Bara bustbytta, hann varst ekki að fylgjast með það? Veistu. Og þarna, nei, burst. Og þetta er eiginlega, ég held að við séum að fara að sjá JK LOL ég vinn super. Nema að Dan ætla bara að klára þetta. Ég held að geta bara chippað hann, ég held að Chief geta ekki, ok. Takkar. Ok. Hann er dáinn. Nei. Ekki alveg svona mikið. Ekki alveg svo gott fyrir Chief. Og cross up! Og super. Þetta er ekki döð, en þetta er eitt með... Nei, hann er dauður! Jesus Christ. Local bed found dead. Local bed. En hvað er þetta lagila þá? Hæ? Krakkinn hann það, sem er eftir þetta bednang. Já. Hittir hann á gólfinu. Hold that. Já, rúmmetið. Skill issue. Þetta gerir svo oft með hann Slayer karakter, er að hann er lagður í einelti í mínútu og svo snertir hann eins og þú er dáinn. Ekkert reversal og síðan allt í hennu bara, ég er með hit. Hann bara spytta hann. Já, það var nasty. Hann beit hann 6P. Já. Það er svo insane. Ok, hann er dáinn. Nei, droppar komboð. Hann var líka með 100 attention. Þetta var nice JK. Og hérna JK er að win super. JK að win super. Nei! With Punisher en nær ekki convert af því. Ég held að hann er örugglega að vilja red af síðan að bara... Hoppar út. Þetta var insane cross-up. Eitt í viðbót. Og throw-in til að klára þetta fyrsta leikur fyrir þetta Crownless Team. Maður getur aldrei. Counta hann átt. Nei, það er bara ekki hægt. Nei. Hann er, þetta er eins og þegar Sonic Fox að taka hattinn af. Hvað var það? Rock Lee að taka sér training weights eða ekki? Já. Sonic að taka hattinn af í Grand Finals. Ég veit ekki um Naruto, er hann matara eða? Reyndar. Pullar upp, rústar öllum. Það er svona aðeins, það er svona, já. Hvað er að gera? Ég veit það ekki, en Dan var að vera að þróa. Og núna er hann að blokka. Jesus Christ, já. Slayer. Og þetta giska hlið og high-low. Slayer. Og 6P, hann er gott 6P. Og counter hit. Ég er big fan af four-way mixinu inn í Blue Flames. Gegn Slayer, sko. Þetta er bara... Og 6P þarna. Ég vindur þarna, ég sé það ekki. Maður þarf stundum bara að prófa hvort að 6P vinni í einhverjum aðstæðum. Það er stundum bara að lægja hendað út. Já, nefnilega. Þú veist, sérstaklega með healthily, sérstaklega með tank, þú veist, high health karakter. Eins og Batman. Hann er það. Já. Þetta er gott reversal. Dan er Akainu og Chief er Emu. Veit ekki hver Akainu nýja Emu eru. Vá. Þetta er One Piece reference. Er það One Piece? Ég er alveg... Ég veit alveg hver fucking Emu er. Ekki Akainu samt. Það er svo, ég hef aldrei hitt eitthvað...
Þetta power scale á TikTok. Veistu, ég hef búin mjög skemmtilegt að sjá fólk sem er media literacy á TikTok að byrja að lesa One Piece. Ég er með media literacy, ég er að lesa One Piece. Já. Ég fíla Zoro. My guy. Oh my god. Og Chief er hérna í horninu. Ég held að hann vilja ekki nota burstið. Sama hvað. Hvað gerir hann þarna? Þetta er svo disjointed. Massive Spear. Það er hvað maður gerir. Þetta er svo disjointed. Þetta var Hero Burst, já. Þetta var Hero Burst. En þú ert ekki samt að gefa Dan huge burst lead. Hann er með smá. Þú veist. Þetta er ekki búið, sko. Þú veist að mér finnst það mjög áhugaverður, þú veist svona mini bardaginn í leiknum er burst bardaginn, burst lead, hver er með meira burst. Þú veist, ég stundum, þú veist, ok, ég burst beitaði ekki, þú veist, ég er með meira burst. Þú veist, sama health, meira burst, ég tek það allan daginn. Þannig, en við erum hérna að sjá, og hann er tappast til að klára þetta. 2-1. Chief, erum við að fara kjartuselect? Nei, við ætlum bara að klára þetta með Slayer. Við erum að committa Slayer. Ég skil það eiginlega. Ég líka. En Temkin myndi ekki afreika neitt með það, sko. Já, ég held að hann... Ég veit að hann var að tala um að hann og Dan voru að spila set daginn með Batman Pot og það fór mjög illa, sagði hann. Já. Það fór ekki vel. En... Þannig að, þú veist, ég skil alveg að breyta ekki jafnvel út að, þú veist. Ég trú alveg á Slayerinn, sko. Já, þú veist, þetta er karakter sem unnum tvö mót og, þú veist, consistent top. Þetta var, já, insane. Og hana erum við með... Það er eins og þessi Dan 50 gæði sem góður í leiknum með það. Já, alveg, maður svona mætti halda það. Universe! Hann var ekki með burst, þetta var... Ég held að hann var ekki að búast við að hann myndi hitta hann, held ég. Ég held að hann var búinn að hoppa. Nice. Ekki með rómum. Burst baited. Droppa hann í. Hefði getað dreipið hann ef hann hefði ekki droppað þetta. Alveg mögulega catastrophic drop. Þetta er svo gott 6B! Þetta var svo gott 6B! Það var clean. Ekki að láta Dan ná sér með þessum double jumps hana. Þessu silly business hana í loftinu. Dan veit að Chief er tilbúinn að skora að challenge hann þegar hann er í loftinu. Og núna spurning hvort að hann hafi náða conditiona Chief til þess að gera ekki. Já, bara hættu þessu, segir hann. Já, bara þú veist, put some respect on my name. Ég er... Og hérna held ég nóg til að drepa með wall break. Veit það ekki? Nei! Hann var ekki með super, hann var ekki með over. Big guy, sko. Chunky motherfucker, sko. Ódöðlegur. Universe. When in doubt. Super in doubt. Líka hann var með 100 tension. Já. Þannig að... Ég persónulega hafði Roman Castle eftir þetta Universe svona inn í eitthvað, sko, en ég er ekki gráðið sín. Já. I will never be him. I will never be him. Og þetta var gott anti-air. Clean conversion, super, wall break. Þeir úr fötunum, big things happening. Jippi! Ég gerir þetta svo mikið, Já, sko. ég sá þetta, ég var svo viss um að myndi gera þetta. Ég var einmitt að vera það. Og hann er að þetta ætti að vera... Nei! Drop, burst. Getur ekki fann að segja -3. Nemu... Þú verður að droppa kombo svona tilbaka hérna. Þetta rúm er svo ógnandi, sko. Og þarna ætti að vera nóg með Pælbanker, já, 2-2. Even heard out. Smá drop þarna, hefði getað kosta honum bara settið og móndið. Það er ótrúlega hvernig þetta er alltaf svona tæft á milli þeirra. Já, þetta er... Þú veist, það verðist eiginlega ekki skipta máli hvað Chief er að spila mikið. Þetta er alltaf close. Já, þetta er bara líka... Hann gefur þér alltaf competition. Sko málum með Chief, mér líður hans að spila átt miklu betur á mótum en fyrir þetta. Ef ég hreinskilum. Hann er með svona öfugt til tournament nerves. Já, hann er búinn að vera þessu lengi. Já, þú veist, hann er með home nerves. Já. Það voru kettinir að horfa á hann og dæma hann. Kettinir. Og bí.
Rora, fylgjast með þess. Já. Já, þú mátt ekki vera... Ég fíla pósi sem að sliga rendir í aðeins. Já. Low, empty low. Stórt health lead. Og þarf eiginlega bara að vinna neutral einu sinni. Saman með Chief. Og nú ertu komin í vegginn. Dan, erum við 100 tension. Erum við að sjá JK vinn? Sjá hvað þú getur notað þetta positive bonus í Big Thing. Oh my god, cross-up, pælblocker, El Clasico, sko. Ég sagði það. Það er aldrei hægt að kanta hennar greið. Saman ekki svo mikið health lead Dan 50 en... Það bara skiptir ekki máli. Það er svo health lead bara sé ekki til, þú veist. Ég hef aldrei séð mann sem er svo unfazed að vera með huge health lead, ekkert burst, þú veist, mjög langt eftir í health, ekkert burst, ekkert meter. Hann er bara sami gæinn. Það bara breytir engu. Hann er að reyna. Þú getur ekki gert þetta. Þetta er ekki alvöru. Og þetta er ekki reset alveg strax. Nei. En hann fær OTG. Hann er dáinn, sko. Og þarna er það, við erum að fara í bracket reset. Já. Crownless Chief. Wow. Geitin, sko. Wow. Og það er beint bara í næsta set, engars ekkert fancy. Við erum ekkert að skipta karakterina. Þetta er... Það er líka, ég hef oft veltið mér fyrir mér. Hvað vinna þegar maður resetar? Hver eru líkunum að vinna? Þetta sé bara ángrís, þetta er bara... Þú veist, er maður með momentum? Breytir það eitthvað? Þetta er bara adaption fram og tilbaka. Adaptation, veit ég. Ái. Oh my. Ái. Counter hit. Já, þetta var auðvitað rétt. Þetta hefði verið mjög stórt damage. Ég er nokkuð sem þetta hefði getið drepið hana. Mögulega, sko. Ef Batman fær eitt stórt counteri, þá verður það bara besta, sko. Hann er svo góður með þessi anti-air 5P. Þetta voru 2 mistök í röð sem kostuðu. Næstu kostaði Chief leikinn og síðan nær Dan ekki að konverta. Og þetta... vá. Ekki alveg splatta en þá. Þá nær einhverju þarna. Guard crush, throw. Big guard crush, midi. Aftur. Bara hold that, sko. Nú ertu... inn í Super Warbreak. Það er ekki gert þessi bara nátt að hérna. Chief er samt með einhvern meter hérna. En... double overheadið nær hún skiljanlega, sko. Já, já, Dan þarf að bursta, þetta er... Já, það hefði verið... Ekki bursta hérna, já. Nei. Rétt ákvörðun. Mjög rétt ákvörðun. Það getur sem verið erfitt, þannig gerir maður það bara án þess að hugsa. Ég lendi í. Þess vegna þarf maður að hugsa þegar maður spila leikinn. Þú veist, þetta er svona 50% brain dead leikur stundum og síðan er það svona hlutir eins og... Það er ekki verið eitthvað móti út í. Já. Ef þú eru jealous þá er engar hugsanir í gangi. Það er bara, þú veist, hlaupa og ef þeir lemja mig, þá bara hleyp ég aftur. Já, svo fokkum þú guður, sko. Ég er með top 5 health. Hver er að fara takanleik? Ég veit það ekki. Hver er að fara að vinna þetta? Nei, sko, málið er... Það er ekki hægt að segja. Ok, hann er það. Sko, allt logic hefði þetta verið hana. Að Dan hefði þetta, þú veist, var með health lead, gott tension, hefði getað bara hendi JK lol ég vinn. En bara Chief hefur svo oft verið á mörkunum. Ég bara... Og bara tekið þetta aftur, sko. Já, þetta er... Oh my god. Já, close this. Það verið svo close að sé bara gott við að höndla Batman. Universe mátt ekki vera... hann er svo... Og hann er dauður. Hann er svo steindauður. Hann er svo steindauður. Akkur gerði hann ekki superið? Er það kannski meira burst build? Ég veit það ekki, það bara hefur fyndið. Já. Ég veit það ekki. Ég er svona confused hvort ég ætti að... Þú veist, ekki nota super þegar ég geta það ekki. Ég nota alltaf bara til að, þú veist, má break. Og það er ekki verið optimal þegar það fyndið. White Wild Assault. Áhugavert burst. En, við skulum sjá hvað gerist. Já, auðvitað, bara segja. En hérna, ég held að sé bara annars skipt sem sjáum þetta super. Og hér ertu í guard crush og já. Já, það er bara að halda inni eftir ég. Já, hefði verið betra að halda burstuna hana. Thomas? Hérna, hittur af safe jumpinu. Og alveg feitt chunk, sko. Maður vill aldrei vera hitt á safe jump, sko.
Eða stundum er það advanced taktík ef maður veit að gæðin sem er að keppa, manneskja sem er að keppa við er að þú veist autopilota. Já. Það er advanced tech sko, að vera að hitta sigurinn. Ég var ekki að messa, ég var að lesa þig. Akkurát. Getur líka hendi í reversal, reversal að setja upp eins og Ítika gerir stundum. Já. Það voru að skjóta á mennina. Það var ekki... Ég veit ekki hvað hann hitti hana. Og þarna hann er dáinn sko. Já, mjög dáinn. Hann er ekki bara steindauður. Hann klúðraði Super Input tvisvar hann að sagði hann. Hann að ljúga. Excuses, hættu þessu. Þetta var crazy conversion, sástu þetta? Já, menn sko, mér finnst enginn vera jafn góður að mæta Dan í loftinu og Chief. Hjá okkur, á Íslandi. Það sé bara enginn jafn góður á móti Dan og Chief. Já, sko, ég veit ekki hvort að þessu margir sem hafa tekið, ég veit einhverju hafa tekið eitt set. Ég reynir að muna hverjir. Ég veit bara. Egil hefur gert það, held ég. Já, Egil hefur gert það einu sinni. Nema að sé tvisvar í sig. Ómar gerði einu sinni. Ég held að Chief sé einu sem hefur gert það tvisvar. Já, jú. Hann tók bara ekkert í þessu Jötunheim. En þú veist, já, en ef við erum að tala um bracket reset, þá var þetta, ef hann vinnur þetta fjórða setið, nei, bracket reset í fyrsta skiptið. Ég held að það var í winner side í annars skiptið sem hann vann. Þannig að það eru þrír, hann er fjórir. Hann myndi bara 50 þetta. 5. Ég veit, þetta er bara... Cheetah bara geitin. Hann er bara geitin. My god allavega. Nei, er hann að lesa eitthvað? Þetta var hvað... Nei, sko, málið er þetta... Oh my god, þetta var mental stack, sko. Þetta er til að ná... Hann hefur sýnt mér þetta þetta er til að ná reversal. Ef einhver ítur að taka hana. Ef Dan, þú veist, því að venjulega oft vill maður challengea hana. Ef Dan hefði ítt að taka hana, hefði hann dáið. Já. Þetta er hard read, að þennum 100 attention, þá getur hann gert þetta. Þessi leikur, sko. Sástu að hann callað á tattastæðan eftir að branda þetta. Þetta var næs. Bara messaði tubi. Bara sunnum er það ráðið, sko. Þarf smá að bursta, oh my god, sko. Mann er liður sem að setja lamin í andlitið í alvörunni. Já, nei, sko, þetta er bara alvörunni högg. Og hann er að ná bara öllu sem Dan er að gera. Og við erum að fara í hringinguna og þú ert að fara í gegnum vegginn. Bara 40% gone, sko. Like that. Ái. Jafnvel með... Jésús, sko. Hann Dan er bara virðist ekki að hann ráða okkur núna við slegurinn hans Chief. Og hérna, ok. Hann er reynið aftur. Dan. Og hérna, wire CR. Og overhead. Og þarna er það. Chief er on tournament point. Vá. Nei, sko... Mér bara líður sér allt momentum með hann. Já. Það er... Hann er mjög góður í að bara claima momentum með eitthvað. Og þannig að nú ertu... Hann er... Hittur hann RC-um. Jésús. Það reyndar kannski var betra, því hann var ekki slegið på þessir. Og þannig að... Hvað erum við að sjá? Hvað erum við að fara að sjá í pressurunum? Bara... 6B aðna bara, já. Nei, bara, þú veist, en samt... Þú veist, þorið að fara bara í IAD JK. Út úr corner, þegar einu sem það er að gerast er að... Tók stertið hann burstaði þetta. Sérðu hvað með mikið health, þetta er Slayer effektið, sko. Hann var hittur að counter í close line, sýtla bursta. Með svona mikið health hitt. En ég meina, þú veist, þú bara þetta er bara staðan að Dan er... Ef Chief tekur round, þannig að pressure reset, rættur við... Þannig að command grabið kemur. Tekur á hann með fætti á hann Á. Hann þurfti ekki svona RC, hann hefði mögulega bara... Fengið blattið inn í million damage. Og þannig að cross up, hittir hann. Þessi combos eru clean. Hann droppar þessi ekki hann. Dan. Og hittir aftur cross up. Hann gerir þetta million snur. Þetta er svo cool. Ok, núna... Það er second over þetta hana. En báður með mjög mikið tension að leika með. Mér líst svo að sé að fara super á hotninu einhvern veginn. Bara smá. Já, það er.
ég finn það í sálinu minni að eitthvað sé að fara að gerast. Notar lítið annað, getur ekki super að safely lengur. Og prófið. 1. Crossless og 16. Og þarna... Ég held að hann sé dáinn. Oh my god. Wow. Ok. Tournament point fyrir Chief. Nærunum á loftinu, throw! Just Og for að your life. burstar. Já. Það er eiginlega að gera eitthvað mátt. Jú, rétt ákvörðun, jáfnvel er ekki búið að hitta þig. Já, er komin á horn, hún er með núna eitthvað momentum fyrir aftar sig. Og þannig að já. Toppur á verðið. Ég held að hann sé dáinn, sko. Þetta ætti að vera leikur Game 5 í bracket reset og við erum að fara í Game 5. Ok, ég get ekki sagt þér. Ég bara hef ekki hugmynd. Ég hef ekki hugmynd. Ég hef ekki grænasta grunn. Fljótt early burst. Bæði settir að vera 2-2, sko. Já. Early burst hjá Chief. Það er bara núna hver... Slow overheadið. Ó, gott að það Það er bara... Já, lamin í alltaf, sko. Hann er ekki að ná að adapta að þessum klúðrar airtashinu. Það er dýrt. Toppur á verðinu. Back throw! Dan 50 að mess up meaty, sko. Rare occurrence hérna. Nær einhverju þarna og reynir að ná Já, universe. gerir saman svari bara red goldburst. Hvað gerir maður hérna, sko? Og maður, tournament point fyrir Dan. En... Það er solid... Það var insane whiff, sko. Ég held að sé bara nerves in play hérna, sko. Oh my god. Delayed... Nærun, núna... Hann er með burst. Vill að nota áður en ekki. Nash og Cruz hérna, sko. Þannig var Dan... Fyrsta skiptið við sáum Dan ekki fara í double jump overheadið aftur. Það er vekk. Burstar. Er hann dáinn, eða? Ég held það. Gæti verið, býtu. Nei, ég held ekki. Ég held að sjá. En ég hélt það ekki á hann. Næst, ok, rétt svo. Smá í viðbót. Hérna, sko, það er náttúrulega bara... Oh my god, sko. Oh my... Hann veit að Dan er að fara að tekka hana. Og við erum að fara í tournament point fyrir báða. Þvílíkt Final round. Hjartað mitt er sokkið svo lágt niður. Það er í maganum á mér. Nær þróinu og núna ertu að giska. Húskriljón, sko. Plus frames. Justify. Hvað gerðist? Dashaði gegn hann nær ekki að panna. Justify. Hann var bara aftur komin hinum meginn við hann, sko, það var crazy. Chief er með burst samt hérna. Með burst til að spila við. Það var eitt touch hérna, sko. Og Dan er með positive bonus. Ekki lengur. Beitar 6-speed. Nær ekki whip punisha. Fire hit. Reflect shield. Fær eitthvað hérna. Chief er ennþá með burst. RC hoppar út. Oh my god. Hann er ekki döður. Þetta er svo even, sko. Þetta er svo nálagt. Hann náður sér ekki. Eitt í viðbót. Blokkar á overheadið. Það er búið. Chief tekur þetta. Oh my god. Mér er sama hvort að þú sér plus eða ekki. Ég er að fara að íta á 2P. Ég segi nú eins og ég hef sagt áður. Crownless Chief. Crowned Chief. My commander 6-4, in þetta chief. verður ekki tæpar en þetta, sko. Ég ætla bara að segja það. Fyrsta sinn sem að Crownless vann hérna Dan, þá var það á þessu mappi og hann var á loser side, sko. Þannig að þetta var bara return to form, sko. Og hann er líka með íþróttameðsli, eða einhver meðsl alltaf. Hann er orðinn gamall, svona eins og ég. En ég held að með þessu sé hægt að að segja með full öryggi að sigurvegarinn í deildinni er Crownless Chief. Hann var í fyrsta sæti fyrir mót.
Þannig að getur ekki þýtt neitt annað en að maðurinn sé búinn að taka þetta. Crownless Chief, nei Crowned Chief í Crowned fjórða skipti. Vílíkt sett, ég Með er... Gústa, sko. Já. Þetta er ekki búið aftast. Sko, hérna, blessaður, hérna, þetta er ég. Ég næ ekki að setja upp núna, ég kemur hérna inn á Discordi, þá kemur þetta lík. Á næstu önn þá verður meira varandi þetta lík. Við munum gera meira eitthvað áhugaverðara með þetta. Það mun koma bráðlega meiri útskýring það. Ég ætla bara að gera stutt, því ég nenni ekki að vera í allan dag hérna. Takk kærlega fyrir árið. Þetta búið að vera alveg frábært að fá að halda þessi mót og bara fínt að sjá hvað fólk hefur ennþá rosa mikið áhuga. Ég er ótrúlega ánægður með bara hvað allir eru búin að standa sig vel og margir búin að bæta sig geggja mikið. Þú veist, þessi þarna-gaur, hann var búin að bæta sig geggja vel hérna bara yfir önnina og þú líka. Og þessi þarna og þessi hérna, það er allir búin að standa sig vel. Þú eins og varst ekki og umdærulega verri en þú varst hérna. Nei, tjók. Nei, það er allir búin að standa sig okkur vel og ég takk kærlega allir sem að... Og gleðilegar hátíðir. Já, gleðilegar hátíðir og við bara verðum í bandi aftur bráðlega varandi meira af þessu dóti. Verið spennt eftir 9 ári, við erum með hellinga planað. Með Gústa, sko, með Gústa Fighting Games. Og mannst að fá þér KFC Egill á jólunum, þú ert í Japan. Já, akkurat, það er must hérna. Heyrðu, takk fyrir okkur, við sjáumst á 9 ári.